Fundur settur á Alþingi. Útbýtt var utan þingfundar 21. apríl síðastliðinn, þar segir í gær, þingskjali 1253, fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp, þingskjali 1254, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp, þingskjali 1255, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp, þingskjali 1256, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, stjórnarfrumvarp, og þingskjali 1257, matvælasjóður, stjórnarfrumvarp. Útbýtt á fundinum þingskjali 1252, flutningur skimana til Landspítala, skriflegt svar heilbrigðisráðherra, þingskjali 1258, nefndir, starfs- og stýrihópar, skriflegt svar utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, og þingskjali 1259, friðlýst svæði, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Svo háttar til annað til og með 7. dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu þeirra eftir almennum reglum. Málin eru fram komin eftir 1. apríl og ekki liðinn sá frestur sem 3. málsgrein 37. greinar þingskapa áskilur, það er að segja svokölluð 5 daga regla. Þá eru ekki liðnir 2 dagar frá útbýtingunni eins og áskilið í 1. málsgrein 37. greinar þingskapa. Þar sem samkomulag milli þingflokka að málin komist á dagskrá, lítur forseti svo á að afbrigðin séu samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum við því. Enginn hreyfir andmælum og eru afbrigðin samþykkt og geta málin komið til umræðu á fundinum. Þá vill forseti upplýsa að þó svo ekki sé nú starfað samkvæmt starfsáætlun og þar af leiðandi eigi hefðbundin ákvæði þingskapa svo sem lengd þingfunda ekki við, lítur forseti engu að síður svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið fram á kvöld ef þörf krefur eða þar til umræða öll dagskrármálin lokið. Þá vill forseti jafnframt geta þess að gert ráð fyrir klukkutíma þinghlé í dag á milli klukkan 13 og 14 sem hægt að nota til þingflokksfunda. Þá tekið fyrir 1. dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og utanríkis- og þróunarmálaráðherra. Og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Forseti, ég geri ráð fyrir að hér á eftir verði heilmikil umræða efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar og hún muni halda áfram næstu daga. Ég ætla að nota tækifærið til þess að spyrja hæstv. ráðherra út í annað mál sem varðar viðbrögð ríkisstjórnarinnar við því ástandi sem nú ríkir, heimsfaraldrinum. Þjóðaröryggisráð Bretlands og eflaust ýmissa annarra ríkja hafa fundað daglega til þess að ræða viðbrögð við þessu ástandi. Mér skilst að íslenska þjóðaröryggisráðið hafi ekki fundað til að ræða málið en þó ákveðið núna að stofna vinnuhóp til að kortleggja birtingarmyndir og umfang upplýsingaóreiðu í tengslum við COVID-19 og koma svo með tillögu til að sporna gegn þessari upplýsingaóreiðu. Hvað hæstv. forsætisráðherra að leggja til með þessu? 9 eða 10 manna nefnd sem á að fylgjast með því sem sagt þennan faraldur, varla á að fara að ritskoða íslenska fjölmiðla, þá ætlunin sú að reyna að fylgjast með netinu og leiðrétta allt það bull sem að kynna að finnast þar. Þetta finnst mér afar sérkennilegt, herra forseti, og dálítið skuggalegt ef að stjórnvöld ætla að fara að skipta sér af með þessum hætti, enda eru líklega fá mál sem menn eru eins vel upplýstir á Íslandi eins og þessi faraldur. Almannavarnir hafa haldið daglega blaðamannafundi sem mjög lofsvert og almenningur verið mjög vel upplýstur þetta. Hvers vegna í ósköpunum stendur til að stofna alltaf 10 manna nefnd til þess að fylgjast með og búa til tillögur gegn upplýsingaóreiðu? Þetta enda sérstaklega áhyggjuefni finnst mér í tengslum við það sem að ríkisstjórnin leggur til varðandi útfærsluna á framlögum til fjölmiðla sem ég ætla að spyrja hæstv. ráðherra út í seinni fyrirspurn.
Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málefni sem við höfum nú reyndar rætt nokkrum sinnum í þingsal. Ég veit þó ekki hvort hv. þingmaður hefur verið í þeirri umræðu. Ég vil nú fyrst byrja að segja að þjóðaröryggisráðið fundaði reyndar kórónuveirufaraldurinn í upphafi hans og fór yfir möguleikana í stöðunni og þróun hans í Kína, þannig að það er ekki rétt að þjóðaröryggisráð hafi ekki fundað faraldurinn eins og hv. þingmaður hélt fram. Það að þessi hópur hafi verið stofnaður er nú ekkert sérstakt í alþjóðlegu samhengi þar sem upplýsingaóreiða er eitt af því sem hvert einasta samfélag er að fjalla til að mynda á vettvangi þjóðaröryggisráða eins og við erum að gera með því að setja niður þennan hóp. Það er mjög áhugavert viðfangsefni í raun og veru að skoða það og ég er sammála og tek undir með hv. þingmanni að upplýsingamiðlun almannavarna og sóttvarnayfirvalda á Íslandi hefur verið til fyrirmyndar og það hefur verið mikilvægt að ýmsar þær spurningar sem spurt er á þeim blaðamannafundum hafa orðið til þess að það hefur í raun og veru verið svona, getum við sagt, svona ákveðinn farvegur fyrir almenning að koma spurningum á framfæri í gegnum fjölmiðla sem hafa svo spurt þeirra áfram á þessum fundum. En hins vegar er það svo að við erum að sjá ýmis dæmi, til að mynda í nágrannaríkjum, ýmis konar fréttir sem ekki standast skoðunum COVID-19. Er eðlilegt að við tökum þátt í því alþjóðlega samtali og kortleggjum það hvernig þessu er háttað á Íslandi? Já. Er eðlilegt að það sé gert á vettvangi þjóðaröryggisráðs? Það tel ég vera. Er þetta nýtt umfjöllunarefni? Nei. Þjóðaröryggisráð í samvinnu við ýmsa aðila í samfélaginu, þar á meðal stjórnmálaflokkana, stóð fyrir sérstakri málstofu fjölþáttaógnir hér fyrr á þessu ári, þar sem var sérstök vinnustofa upplýsingaóreiðu sem meðal annars þar sem var nokkurn veginn samhugur það að mikilvægt væri að íslensk stjórnvöld stæðu sig betur í að kortleggja þessi málefni hér á Íslandi. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ekki hafa áhyggjur mínar minnkað við að heyra svar hæstv. forsætisráðherra. Ég hélt reyndar ekki fram að þjóðaröryggisráð hefði aldrei talað þessi mál en bent á að það hefði ekki fundað þetta í líkingu við það sem hefur verið annars staðar og allt í lagi með það. Almannavarnir hafa haldið vel utan um þetta. En þegar að svo ráðið núna fundar eða a.m.k. ræðir málinu á einhvern hátt, þá er þetta tillagan að fara að reyna að ritstýra því virðist. Hæstv. ráðherra vísar í það að fréttir hafi birst til dæmis á öðrum Norðurlöndum sem hafa ekki verið alveg réttar. Er það nú hlutverk stjórnvalda að fara að ritskoða fréttir? Er ekki fólki treystandi til þess að fylgjast með upplýsingafundum almannavarna og meta þetta sjálfur? Þetta er áhyggjuefni, sérstaklega í samhengi við það þegar ríkisstjórnin boðar það núna eða leggur til að við útdeilin á fjármagni til fjölmiðla fái ráðherra menntamála ótrúlegar heimildir til þess að útdeila því fjármagni í reglugerð. Mér finnst þetta alveg með ólíkindum, herra forseti, að ætlast sé til þess að ráðherra fjölmiðla fái að stjórna því sjálfur í reglugerð hvernig fjármagni er útdeilt til fjölmiðla. Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Herra forseti, hv. þingmaður dregur það ályktun hér að það að upplýsingaóreiða sé til umfjöllunar á vettvangi þjóðaröryggisráðs og að við kortleggjum stöðu þeirra mála á Íslandi jafngildi því að við ætlum að fara að ritstýra umræðunni, ritstýra fjölmiðlum. Auðvitað er það ekki svo. Auðvitað er það ekki svo. Ef við horfum til þess hvað aðrar þjóðir hafa verið að gera sem standa okkur nærri, til að mynda Norðurlandaþjóðir, þá hefur verið lagst í markvissa fræðslu upplýsingaóreiðu. Ég er alveg viss það að ég og hv. þingmaður erum ekki ósammála það að breytt umhverfi, tækniumhverfi, samfélagsmiðla hefur gert það að verkum að upplýsingamölin eru með allt öðrum hætti en áður. Er ég þar með að segja að það hef ekki verið rangar fréttir áður? Nei, auðvitað ekki. Auðvitað voru þær rangar. En þær breiðast með allt öðrum hætti núna á öldum netsins en áður var og fræðslu er vafalaust þörf þetta ef við metum það svo að umfang þessa máls sé mikið á Íslandi. En það hefur ekki verið kortlagt og það er ábyrgðarhluti. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra
Herra forseti, ég held að sé áríðandi að ræða við hæstv. Ráðherra rekstur sveitarfélaga. Sveitarstjórnirnar sjá mikið af okkar dýrmætasta rekstri og nærþjónustu, leikskóla, grunnskóla, öldrunarþjónustu, málefni fatlaðra og annarra viðkvæmra hópa. Sveitarfélögin og starfsmenn þeirra hafa sýnt aðdáunarverða aðlögunarhæfni til að bregðast við erfiðum veirufaraldri. En að sama skapi hefur þetta kostað sveitarfélögin mjög mikið og það er líka uppi sú krafa að þau gefi eftir takmarkaða tekjustofna og ráðist í stórauknar framkvæmdir. Sveitarfélög geta hins vegar ekki aflað sjálfstæðra tekna með sköttum. Þau geta hafa minni möguleika til skuldsetningar en ríkið og þau geta ekki prenta peninga eins og ríkissjóður getur og er að gera nú. Ég fagna auðvitað jákvæðum aðgerðum sem ríkisstjórnin hyggst ráðast í, en það er alveg ljóst að ríkisstjórnin verður að stíga mikið fastar til jarðar til stuðnings sveitarfélögum. Það væri auðvitað vel að sér vikið ef að við hæstv. Ráðherra gætum staðið hér eftir 1 ár og rætt hversu vel tókst að bjarga fyrirtækjum landsins. Og við skulum endilega stefna að því sama. En það væri á hinn bóginn ömurlegt ef okkur hefði ekki tekist að verja okkar dýrmætustu nærþjónustu, leikskóla, grunnskóla, öldrunarþjónustu, málefni fatlaðra og annarra. Svipta fjölda margs dýrmætum lífsgæðum og skerða framtíð barna. Ég veit að ráðherra er mér sammála og ég ítreka að ég er ekki að gera lítið úr þeim aðgerðum sem þegar hafa verið birtar. En ég vil fá að vita hvaða frekari aðgerðir hyggst ríkisstjórnin grípa til í þágu sveitarfélaga og hefur verið kortlagt hvernig beinn stuðningur er á hinum Norðurlöndum. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta málefni upp sem ég held að sé mjög áhugavert að ræða hér í þingsal og við erum sammála eins og hv. þingmaður nefndi mikilvægi sveitarstjórnarstigsins í nærþjónustunni og ég tek undir með hv. þingmanni að starfsmenn og sveitarfélögin hafa verið útsjónarsöm að aðlaga sig að þessum breyttu aðstæðum og allir eru auðvitað að kortleggja stöðuna. Hún er mismunandi og við höfum verið með sérstakt verkefni varðaði Suðurnesin hér í gangi. Það var reyndar sprottið upp úr allt öðrum aðstæðum. Það var vegna vaxtarverkja, vegna fjölgunar og uppbyggingar á þeim tíma. Við höfum séð önnur svæði á landinu vegna ferðaþjónustunnar vaxa kannski jafn hratt en ekki með eins miklu mannafla sem staðar á Mið-Suðurlandi og fyrir norðan. Núna er staðan bara allt önnur og við vorum ágætlega stödd í þessu verkefni með Suðurnesin og getum þess vegna einmitt verið að beina ákveðnum aðgerðum til þeirra. Það er búið að fela Byggðastofnun að greina stöðu annarra sveitarfélaga. Við munum setja á laggirnar hóp til þess að taka stöðuna á ólíkri stöðu sveitarfélaga. Það er ekki þannig að menn bara geti sett einhverja eina tölu og dreift í öll sveitarfélögin. Sum sveitarfélög í landinu hafa til að mynda verið að skila umtalsverðum hagnað á hverju einasta ári afgangi og eru kannski bara í ágætum burðum til að takast á við þetta. Sveitarstjórnarstigið er jú með 30% af umsýslunni. Það er rétt hjá hv. þingmanni að sveitarfélögin hafa ekki sömu möguleika á ríkið að setja á nýja skatta en innan sjálfsákvörðunarréttar sveitarfélaganna hafa þau hins vegar umtalsvert svigrúm. Við erum búin að rýmka fjármálareglurnar í aðgerðapakka númer 1 og í aðgerðunum í gær vorum við með fjölmargar aðgerðir til styðja einmitt að taka af þungann af sveitarfélögunum varðandi viðkvæma hópa. Það sé ekki 1,5 milljarður sem við erum að fara inn með fjármuni þar akkúrat núna og ég held að það sé rétt mat. En við munum þurfa að greina þetta betur og við erum að setja slíka vinnu í gang og bara síðast núna í morgun átti ég ágætt samtal við formann og framkvæmdastjóra Samband sveitarfélaga þau mál. Þá tók til máls síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég geri mig grein fyrir því að sveitarfélög eru misjafnlega sett. En það býður okkur auðvitað það mikilvæga verkefni þegar þessu er lokið að endurhugsa engu að síður tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna þess að þau eru flest í járnum og til dæmis vantar bara 4 til 5 milljarða inn í grunninn
fyrir rekstur öldrunarþjónustu sem mörg sveitarfélög reka. Ég vil ekki taka undir með hæstv. Ráðherra þegar hann segir að taka af sveitarstjórnarfólkinu eða sveitarfélögum mikið af þeim skyldum sem á þeim hvíla með þessum 1,5 milljarði. Margt af því er gott, en til dæmis sumir af þeim fjármunum fara í sumarstörf námsmanna, ef ég skil rétt. Það er ekkert endilega hlutverk sveitarfélaga að sjá til þess frekar en ríkisins, en það er hins vegar brýnt engu að síður. Noregur er til viðmiðunar að láta 90 milljarða íslenskra króna beint til sveitarfélaga fyrir utan aðra aðgerðir. Það eru það bil 6,5 milljarður íslenskra króna hér. Hvenær megum við eiga von á svona beinum framlögum? Þá svarar hæstv. Ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, eins og ég kom inn á áðan, þá er staðan ólík og það eru til sveitarfélög sem hafa verið að skila kannski alltaf milljarði í hagnað á undanförnum árum. Eigum að fara að deila sömu tölunni á alla og það færi þar að lendi. Það hefur komið slík tillaga fram frá einum af landshlutasamtökum sem hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Það myndi þýða að sveitarfélög sem hafa kannski verið með uppsafnaða 5, 6, 7 milljarða í hagnað á síðustu 10 árum treysta sér ekki að fara í gegnum hugsanlega milljarðs taprekstur á næsta ári. Og meðan önnur sveitarfélög þar sem tekjugrunnurinn er alger. Þess vegna erum við að greina þennan vanda. Ég var ekki að vísa til 1,5 milljarð til úrræða á vinnumarkaði, til starfsnáms eða slíkt. Ég var að tala um 600 milljónirnar til þess að taka utan íþróttir og tómstundir barna, í 450 milljónir inn í viðkvæma hópa sem hefur verið að greina með sambandinu og félagsmálaráðuneytið hefur stýrt með sveitarstjórnarráðuneytinu vaktað núna í 5 vikur hvaða hópar það eru sem að þurfa á verulegri aðstoð að halda. Og við erum að tala um 1,5 milljarð sem við erum að breyta í fasteignasjóðnum til þess að geta tekið betur utan málefni fatlaðs fólks bæði innan sveitarfélagana og að fara í framkvæmdir varðandi aukið og betra aðgengi fyrir alla. Það er svona hluti sem við erum að greina með sveitarfélagunum og við munum halda því áfram og ég er sammála hv. þingmanni, það þurfum við að gera. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti, í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar sem var kynntur í gær er að finna upplýsingar um sérstakan stuðning við sveitarfélög. Og það er ljóst að þar eins og annars staðar þar sem aðgerðapakkinn kemur í sögu í ljósi þeirrar stöðu sem við erum í, að það er ekki hægt að hjálpa öllum eins mikið og þarf. Þess mikilvægara er gegnsæið annars vegar og síðan rökstuðningurinn sem þarf að liggja fyrir þegar tilteknar ráðstafanir eru kynntar. Og þegar skoðaðar eru þessar sértæku aðgerðir til stuðnings sveitarfélaga þá stingur í augum að stærsta sveitarfélagið virðist bera skarðan hlut frá borði, að minnsta kosti í þessari umferð. Og það er það sem mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra nánar út í. Fjárfestingarsjóður sveitarfélaga sem fær þarna einhverja innspýtingu í gegnum jöfnunarsjóð til að vega að minnsta kosti að hluta til að móti tekjutapinu. Reykjavík er eins og við vitum ekki sveitarfélag sem fær mikið þar úr. Ennfremur er Reykjavík ekki í þessum þriðja lið stuðningsins sem er stuðningur við viðkvæm svæði og raunverulega má segja að megnið af aðgerðum á sveitarstjórnarstigi er beint gegn landsbyggðinni. Þannig ég spyr hæstv. Ráðherra, hvernig á að tryggja hag Reykjavíkur þarna? Mest atvinnuleysið verður á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík í höfðatölu og hlutfallslega mjög hátt þó að Suðurnesin séu mögulega undanskilin þar. Og síðan eru áhöld það hvort þau telji til höfuðborgarsvæðisins, en það er líka talað um sérstakan stuðning við Suðurnes. Við getum síðan tekið þá umræðu hvort það er nægt eða ekki, en það er þó allavega fær sér lið. Hér eru stærstu fyrirtækin í ferðaiðnaðinum. Það er líka mjög fjölbreyttur hópur hér í Reykjavík sem mun þurfa félagsleg úrræði, þannig að þetta er mikið högg og það er alveg ljóst að Reykjavík sem ætlað er að keyra áfram á fullri viðspyrnu sinna þeim félagslegu skyldum sem þeim er ætlað og hafa gert með ágætis-sóma, veita til þess milljörðum á sama tíma og tekjur borgarinnar að dragast saman 10 milljarða. Þannig að ég velti fyrir mér hvar íbúar Reykjavíkur eru í þessum pakka og ég veit að það á að taka saman málefni sjóðsins og sveitarfélaga á vettvangi samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga þar sem á að taka frekar fyrir þessar aðgerðir. Þannig ég spyr hæstv. Ráðherra, er ekki öruggt að málefni Reykjavíkur verða rædd þar? Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinn í fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, það er að sjálfsögðu mikilvægt að öll sveitarfélögin séu hluti af því sem við erum að fjalla um og augljóst að stærsta sveitarfélagið er hluti af því. Það búa jú flestir og
þar af leiðandi þegar við erum að tala um viðkvæma hópa, börn af erlendum uppruna, börn foreldra með minni tekjur, þá búa þeir auðvitað hlutfallslega flestir á Reykjavíkursvæðinu og þar af leiðandi fara mest fjármagn til þeirra. Þannig ég skildi ekki alveg upplegg hv. þingmanns hvað það varðar. Ef var verið að vísa til fasteignasjóðsins að þá aðgengi fyrir alla, þá eru það peningar sem sveitarfélögin geta sótt í til að byggja upp húsnæði fyrir fatlað fólk og hefur ekkert með aðra jöfnun í jöfnunarsjóðnum að gera. Þannig að öll þessi úrræði og allir vinnaverkefnið er augljóslega stærsta verkefni fyrir sveitarfélagið Reykjavíkurborg. Það er auk þess stærsta sveitarfélagið og er þar af leiðandi í mestum burðum til þess að jafna byrðar á milli ólíkra hluta. Það var hér skýrsla frá Reykjavíkurborg daginn hvað það kostaði mikið að hafa ferðaþjónustuna. Ég skildi reyndar ekki þá skýrslu að það kostaði þá 7-8 milljarða en verð að viðurkenna það. Þannig að ef maður hefði tekið þá túlkun beint þá þýddi það að þeir verið lausir við þær byrðar núna. Ég ætla ekki að vera með svo léttúðugt tal hér að atriði sem við erum að gera félagslega þau lúta öllu sveitarfélögunum. Ég hef stærstar áhyggjur af þeim sveitarfélögum þar sem atvinnuleysi er komið yfir 40%. Þar sem að tekjugrunnurinn, þau eru það lítil og þau hafa enga burði til að takast á við þetta. Þess vegna fyrirtækin í þessum sveitarfélögum er að sækja á sveitarfélagið að óska eftir að falla frá öllum gjöldum vegna þess að þau hreinlega mun ekki standa undir neinum rekstri. Það er engin stærri heild til þess að takast á við verkefnið. Og þess vegna erum við að greina þetta nákvæmlega með Byggðastofnun og munum setja sérstakan hóp á laggirnar til þess að greina þróunina fram í tímann af því að svona aðgerðir, svona ástand og afleiðingar þess geta auðvitað þýtt það að til framtíðar þurfum við að velta fyrir okkur hvernig tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga er háttað og verður betur gert í framtíðinni. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að taka mér skáldaleyfi hér og túlka svar hæstv. Ráðherra þannig að hagur Reykjavíkur verði passað upp á hag Reykjavíkur í þessum aðgerðum sveitarfélaga. Aðeins skýrsluna ferðamálin, því ég er sammála ráðherra, það er ekki viðeigandi að vera með slík orð hér, en það er nú kannski hægt að bera það saman við há útgjöld samgöngumálaráðherra til vegaframkvæmda sem síðan vegaframkvæmdir skila sér í auknum tekjum í sveitarfélögin af því að það komast svo margir til og frá, til dæmis ferðamenn. Ég myndi telja að þetta væri svona sambærilegt við skýrslu Reykjavíkurborgar ég hafi lesið hana niður í kjölinn. En mig langar til þess að velta því upp þá bara aftur í ljósi þess að er að ræða í aðgerðapakka tímabundnar aðgerðir og vonandi þurfa þær ekki að vera annað en nákvæmlega þar, tímabundnar. Hvort að hæstv. sveitarstjórnarráðherra og ríkisstjórnin hafi velt því fyrir sér að fara í tímabundnar aðgerðir með stærri hluta af tekjuskattsstofninum sem þau deila með ríkissjóði í útsvarið. Ég veit að hæstv. ráðherra kom aðeins inn á það hérna áðan, en það hlýtur engu að síður að vera eitthvað sem er íhugunarefni vegna þess að það þýðir þá að sveitarfélögin hvert sig hafa ákveðið sjálfdæmi þær aðgerðir sem þau ráðast í og við höfum jú oft talað það að ákveðnar aðgerðir og ákvarðanir eigi best heima hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þá svarar hæstv. ráðherra í síðara sinni. Virðulegur forseti, ég vildi bara árétta það að sveitarfélögin eru annað stjórnsýslustig í landinu og jafnstætt ríkisvaldinu, sjá þjónustu og að umfangi eru rúmlega 30% af heildinni. Og það er fullkomlega eðlilegt að við ætlumst til þess að sveitarfélögin axli þá þann hluta líka. Þess vegna erum við búin að rýmka fjármálareglurnar og slíka hluti. En við gerum okkur öll ljóst að til þess að tryggja þá mikilvægu viðkvæmu þjónustu sem að sveitarfélögin bera, þá þurfum við að fara yfir það hvort að það sé tryggt að þau muni geta það öll sem eitt. Þess vegna höfum við meðal annars jöfnunarsjóð. Ef við meinum eitthvað á þeim dögum þar sem við erum að segja að stærri sveitarfélög séu með burði til þess að reka sveitarfélög á sjálfbæran hátt, þá er það augljóst að stærstu sveitarfélögin eru í betur stakk búin til þess heldur en minni sveitarfélögin. Til þess eru jöfnunarsjóðurinn. Og þess vegna ef að það kemur upp áfall þar sem að þar verður enn meiri munur á milli einstakra minni sveitarfélaga og annarra sem að byggja tekjugrunn sinn á einhverju öðru en ferðaþjónustu, þá þurfum við að greina það áður en við grípum til aðgerða. Þannig að við erum, eins og ég hef sagt áður, við þurfum að greina þetta mál með Byggðastofnun og munum setja á laggirnar sérstakan hóp með Sambandi íslenskra sveitarfélaga til þess að bæði að taka stöðuna og horfa til framtíðar með það fyrir augum að koma með aðgerðir sem að duga.
Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegur forseti. Ég kem hérna aftur og aftur upp og hljóma sennilega eins og biluð 33 snúninga grammahansplata sem háttir í sama farinu, en ég mun gera það áfram. Þannig að ég fæ svör við ákveðnum spurningum. Ég ætla að fagna því að í núverandi pakka ríkisstjórnarinnar er aukning til listamannalauna. En ég vil líka benda á það að listamannalaunin, ég fagna þeim sérstaklega vegna þess að það er búið að reikna það einhvern veginn út að rúmar 400.000 krónur sé það sem fólk þarf að listamenn þurfa að lifa af og skatta- og skerðingarlaust. Nei, ekki skattalaust en skerðingarlaust. Skerðir engar aðrar tekjur. Og þetta er frábært. En á sama tíma er verið að gefa öryrkjum, eldri borgurum, alltaf 40% minni tekjur. 150.000 krónur minna. Það er allt skert og keðjuverkandi skert. Og ég spyr, hvaða snillingur reiknaði þetta út? Er þetta ítegunda jafnrétti? Nei, það getur ekki verið. Þetta er óréttlátt. Og ég spyr, hvers vegna í ósköpunum höfum við þetta kerfi svona áfram aftur og aftur? Við erum átta okkur á því að nýjustu tölur sýna það að kaupmáttaraukning hjá öryrkjum 2018 og 19 er 0, mínus. Við erum líka átta okkur á því að frítekjumark vegna lífeyrissjóðstekna hjá eldri borgurum 25 kallinn, hann er ekki breytt síðan 2017. Frítekjumark öryrkja er ekki orðið nema minna en meira en helmingi minna en það ætti að vera. Og ekkert breytist. Ekki neitt. Og í þessu pakka er ekkert fyrir eldri borgara. Hvenær kemur sá pakki? Hvers vegna í ósköpunum er ekki hægt að hafa jafnrétti? Og ég segi eins og forsætisráðherra, hæstv. forsætisráðherra hefur sagt það, sumir, það komið tíma að þeir bíða ekki lengi. Hversu lengi eiga samt að bíða með því að fá bara, segjum, í nokkra mánuði, kannski sömu krónutölu og listamannalauna? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir á undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni sem segist vera eins og biluð plata, en það er ekkert að því að vekja máls á þeim málum sem standa manni hjartamanns næst. Þannig að ég tek ekki undir með hv. þingmanni það. Ég vil þó segja það, í fyrsta lagi hvað varðar listamannalaun þá lúta þau öðrum lögmálum en til að mynda laun almannatrygginga, hvort sem er til öryrkja eða eldri borgara, nú eða atvinnuleysisbætur, þar sem listamannalaunin er sótt í tiltekin verkefni. Sumir fá 3 mánuði, aðrir fá 6 mánuði. Þeir sem fá mest fá kannski 3 ár. Það er lengsti tíminn sem mögulegur er og það eru ekki margir. Þau miðast við það að framfæri mat á þeim verkefnum sem sótt er og það fá ekki allir þessi laun. Þannig að þetta er erfitt að bera saman, þó að ég taki undir með hv. þingmanni að það er gott að fjölga þessu launum því við vitum líka að bæði er listinn mikilvæg í sjálfri sér en hagræn áhrifin af skapandi greina eru líka ótvíræð. Hvað varðar öryrkja og eldri borgara hins vegar, þá vil ég segja það að það er ekki ár síðan Alþingi afgreiddi hér frumvarp að draga úr skerðingum til öryrkja. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga að þetta er ekki óbreytanlegt ástand. Hér voru stigin fyrstu skrefin í því að draga úr skerðingum og í þau skref varið um 2,5 milljarði. Þannig að það var áfangi, mikilvægur áfangi til að koma til móts við kröfu öryrkja að úr þessum skerðingum skyldi dregið. Hvað með aldraða, spyr hv. þingmaður. Hér inn í þinginu liggur frumvarp félags- og barnamálaráðherra félagslegan viðbótarstuðning við aldraða sem unnið var í miklu samráði við samtök eldri borgara þar sem lagst var í það að greina hvaða hópar innan eldri borgara stæðu verst og hvernig væri unnt að koma til móts við þá. Og niðurstöðurnar birtast að einhverju leyti í þessu frumvarpi. Nú tekur til máls síðar að sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svarið, en það er samt staðreynd að ef við förum út fyrir listamannalaun og förum bara niður í fyrir laun atvinnulausra,
Það eru 300.000. En 257.000 skerð laun hjá eldri borgurum og öryrkjum og þar af leiðandi minna. Þannig að þar er stór munur á. Og ég spyr af hverju þá ekki hægt tímabundið að greiða til dæmis öryrkjum og eldri borgurum til dæmis 50.000 kr. á mánuði í 3-4 mánuði yfir þennan versta tíma. Þeir eru ekki að fá nema 20.000 kr. Það 1. júní. Það er allt of seint. Ég veit helling af fólki sem þarf á þessu að halda núna. Fólk sem þorir ekki að fara út heima frá sér, fara að panta mat. Matur er að hækka upp á öllu valdi. Það kostar dýrara, það er miklu dýrara að panta mat á netinu vegna þess að þá getur ekki farið í bónus þar sem þú farið ódýrasta matinn. Þú þarft að borga meira fyrir þetta. Og það er þetta sem þetta fólk þarf núna, ekki 1. júní. Og svarar hæstv. Ráðherra síðar að sinni. Herra forseti, þakka þingmanninum aftur fyrir og ítreka það hann spyr hvað er hægt að gera. Ég vil benda á það frumvarp sem ég lauk máli mínu hér á áðan félagslegan viðbótarstuðning við eldri borgara. Horfum á það. Á árið 2016 í tíð þáverandi ríkisstjórnar voru gerðar mjög miklar breytingar á framfærslu eldri borgara. Það jukust mjög útgjöld til þessa málaflokks vegna þeirra breytinga sem voru gerðar þá. Þær hafa verið umdeildar síðan, en það var niðurstaða þessa hóps að mikilvægast væri þá að greina þá sem ættu ekki fullan rétt í því kerfi sem þá var komið á og koma þá til móts við þá í þessu frumvarpi. Horfum líka á stöðu eldri borgara út frá bara gagnagrunni eins og tekjusögunni. Það er ekki hægt að tala eldri borgara og öryrkja í sömu andrá. Þar sem eldri borgarar standa að jafnaði, auðvitað ekki allir, mun betur en örorkulífeyrisþegar. Þurfum við að gera breytingar á örorkukerfinu? Já, þar erum við hv. þingmaður sammála. Þar var raunar hæstv. Félags- og barnamálaráðherra með frumvörp á dagskrá þessa þings sem nú er auðvitað mjög óljóst með í ljósi bara stöðunnar í samfélaginu, en það þarf að gera þessar breytingar. Það erum við sammála. Og þá tekur að síðustu til máls og beinir fyrirspurn til hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti, nú held ég að allir geti gert sér grein fyrir mikilvægi þess að viðhöfð sé mjög rík og öflug alþjóðasamvinna í núverandi ástandi. Og auðvitað er það að einhverju leyti erfitt í ljósi aðstæðna en það er kannski ekki síður ástæða til að reyna. Það hefur því verið svolítið svona leiðinlegt að sjá ekki miklu meiri forystu að hálfu Íslands á alþjóðavettvangi í ljósi þess hversu vel við erum að glíma við þessar aðstæður. En mér langar til þess að spyrja hæstv. Utanríkisráðherra út í nokkra hluti. Í þeirri von að hann geti gefið mér aðeins betri mynd af stöðu mála og vonandi hrifið mig með sér í því að við séum í rauninni að gera ýmislegt. Kannski fyrsta atriðið snýr að því að í alþjóðaviðskiptasamningum, fríverslunarsamningum, er mjög oft ákvæði að jafna út tæknilega staðla, til dæmis varðandi hreinlæti á matvöru. Nú erum við í því ástandi að það eru öll lönd í heiminum að nota mismunandi sóttvarnarnálganir og eru að reyna að kljást við vandamál hver í sínu lagi. Á sama tíma erum við að horfa á ferðaþjónustu út allan heim hrynja. Við erum að horfa á alþjóðaviðskipti allan heim hrynja 35% samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna. Þannig að væri ekki ástæða til þess að leitast eftir því að það yrði gerð einhvers konar samkomulag við þau lönd sem eru með sambærilegar sóttvarnaraðgerðir og við höfum að reyna að opna á og jafnvel stuðla að frekari samgöngum og álíka þar á milli. Það mætti líka spyrja hvort að það sé ekki tilefni til í ljósi þess að Ísland hefur svona mikla getu til þess að testa, hvort að það mætti ekki hreinlega testa alla sem koma til landsins. Við höfum töluvert mikla getu. Og kannski þriðja atriðið, bara hvað hefur utanríkisráðherra verið að taka sér fyrir höndum að undanförnu? Það væri gaman að fá bara svona heildrænt yfirlit. Þá svarar hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson óundirbúinn fyrirspurn og upplýsir hvað hann hefur verið að gera að undanförnu. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég treysti mig ekki til að koma með heildrænt yfirlit hvað ég er búinn að vera að gera að undanförnu á næstu 2 mínútum, en vil svo sannarlega gera allt sem ég get til að upplýsa hv. þingmann og þing og þjóð það. Það er auðvitað ekkert nema
sjálfsagt, en það verður ekki gert núna á þessum 2 mínútum. Hins vegar bara almennt það, og ég veit ekki alveg hvað hv. þingmaður að fara það að Ísland sé ekki að taka forystu í þessum málum. Ísland hefur auðvitað tekið forystu með því fordæmi sem Ísland hefur sýnt þegar kemur að baráttunni gegn veirunni. En á sama tíma því hv. þingmaður talar mikilvægi þess, að því það mikilvægt. Sama hvað við förum í mikla björgunarpakka og hvað við aðgerðum förum, efnahagskerfið, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, mun ekki taka við sér fyrr en að landamæri opnast aftur. Svo einfalt það. Hvernig það verður gert, það eitt af því sem við höfum haft vakandi auga á og öllum þeim fundum sem ég hef tekið þátt í rætt og þeir eru fjölmargir, þeir eru vísu fleiri heldur en verið áður vegna út af því að núna eru allir tilbúnir sem betur fer að nýta fjarfundabúnað og fagna ég því sérstaklega, að þá hefur verið að velta upp hugmyndum, ekkert ósvipað eins og hv. þingmaður að nefna hvernig best og hvernig við stíga fyrstu skrefin þegar kemur opnun. Hvernig getum við stigið fyrstu skref án þess að ógna þeim árangri sem við höfum náð nú þegar. Það er rauninni stóra spurningin. Og hv. þingmaður vísaði til tvíhliða samskipti. Það eitt af því sem kemur til greina. Ég hef sjálfur litið til þess, við erum til dæmis hérna þó bara þegar kemur að næstu nágrönnum okkar Færeyingum og Grænlendingum, þeir hafa sömuleiðis náð góðum árangri, en önnur lönd hafa náð mismunandi árangri af þessum bandalagsþjóðum okkar, en við verðum alltaf að vera með augu á boltanum hvað það varðar og það það sem við erum svo sannarlega að gera það, hvernig við getum losað okkur út úr þessu og opnað aftur. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég veit ekki alveg hvar maður á að byrja. Ég átti von á því að það yrði einhvers konar svar. Ég átti von á því að eftir allan þennan tíma myndi hæstv. utanríkisráðherra hafa allavega eitthvað til þess að hreykja sér af. Það er rétt, við höfum sýnt forystu á sviði heilbrigðismála, en ef ég ætlaði að tala það þá hefði ég viljað tala við hæstv. Heilbrigðisráðherra. Staðan er sú að það hefur nánast ekkert gerst í alþjóðamálum á undanförnum mánuðum. Það eru vissulega nokkur lönd sem eru bara búin að vera erfið og ég skil það. Síðustu svona haldbæru fréttir sem ég heyrði frá hæstv. Utanríkisráðherra voru væntanleg samtöl við forystufólk í Bandaríkjunum, sem vissulega alveg einstaklega erfitt land þessar mundir. En nú ýmislegt opið. Það opið á samgöngur milli Evrópuríkja að einhverju leyti. Það væri hægt að reyna að stuðla að frekari aðgerðum þar. Það væri alveg hægt að reyna að búa til meiri svona grundvöll fyrir alþjóðaviðskipti. En hvar utanríkisráðherra búinn að vera? Já, heyrðu, nú fær hæstv. Ráðherra tækifæri til að svara það, upplýsa það í síðara svari sínu. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort ég á að taka þessar fyrirspurnir alvarlega, svo ég segi þetta bara alveg eins og En þegar hv. þingmaður segir að alþjóðastarf hafi ekki verið í gangi, hvað hv. þingmaður að vísa til? Hv. þingmaður eini Íslendingur sem hefur ekki tekið eftir því að við höfum til dæmis verið að vinna því með öðrum þjóðum að koma Íslendingum heim? Hv. þingmaður eini Íslendingurinn sem vissi ekki af því? Já, hann ekki að tala það. Það ekki alþjóðleg samvinna? Það ekki alþjóðleg samvinna? Virðulegi forseti. Ekki samtal. Það hreint og klár alþjóðleg samvinna og gott dæmi alþjóðlega samvinnu. Og það ekkert leyndamál að það hefur verið í forgangi hjá okkur að hjálpa Íslendingum að koma heim. Og það ekki lítil vinna sem farið í það. Og ef hv. þingmaður heldur það að vandamáli þegar kemur að því að opna landamæri sé Ísland eða framtaksleysi Íslands, þá hv. þingmaður á miklum villigötum. En svo veit ég ekki hvort að hv. þingmaður var að grínast í þessum fyrirspurnum sínum eða ekki. En stutta svarið við því hvað við erum búin að vera að gera, þá svo sannarlega verið virk á alþjóðlegum vettvangi. Það hefur nýst Íslendingum vel og öðrum Norðurlandaþjóðum, sérstaklega Norðurlandasamstarfið, en annað samstarf líka. Og við höfum svo sannarlega ekki gert neitt annað heldur en gefið þau skilaboð og lagt grunn að því að reyna að opna landið þegar að tækifæri til þess. Þá tæmdur fyrsti dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími. Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta.
Forseti. Hér eitt mál á dagskránni og ég ætla að vona að það verði ekki sami hamagangur var hér fyrir nokkrum dögum þegar við sáum hér mál á dagskránni sem sannarlega ekkert tengt þessum COVID-faraldri. Hér hefur komið enn í slíkt mál sem þessi matvælasjóður. Þessi matvælasjóður mál sem var hafnað hér í rauninni á þinginu fyrir nokkrum mánuðum síðan, þar sem á að sameina 2 sjóði og búið til einn. Hér það sett í einhvern COVID-dulargerfi til að reyna að koma því núna gegnum þingið í lítilli umræðu og slíkt. En það einfaldlega ekki þannig. Þetta mál og þeir fjármunir sem á að bæta við, og ég ætla að þakka ríkisstjórninni fyrir það, ætla að bæta við nokkur 100 milljónum hér þegar kemur að nýsköpunar í landbúnaði. Það eru til ýmsir ferlar fyrir þessi fjármuni hér í dag. Til dæmis í þeim sjóðum sem eru til, AFS-sjóðunum og framleiðnisjóði landbúnaðarins. Svo annað sem við erum með sem heitir landbúnaðarklassinn. Við erum með fleiri aðilar sem geta tekið við þessu fjármunum og koma út. Til þess þarf ekki að fara með hér í gegnum máli núna þingmál sem er búið að hafna hér á þingi. Mér finnst þetta, herra forseti, ekki alveg í lagi og ekki miðað það sem hefur rætt hér af varðandi skipulag þingstarfa. Forseti vill upplýsa að dagskráin í dag að mati forseta algjörlega í samræmi við samþykktir forsætisnefndar frá 19. mars og 14. apríl, þar sem rætt var að brýn mál sem tengdust eða fælu í sér aðgerðir eða viðbrögð við heimsfaraldri kórónuveiru yrðu höfð í forgangi. Í minnisblaði sem fylgdi þessu frumvarpi sem forseti leit lítillega á í gær eins og í öðrum tilvikum til þess að glöggva sig sjálfur á því hvað væri á ferðinni var talað fjárveitingu sem fara ætti í sérstakt matvælaátak og ætti að fara í gegnum þennan sjóð. Forseti ætlar síðan ekki að blanda sér í pólitískar deilur það sem slíkt og mæli með því að þingmenn ræði það eftir atvikum og útkljái rannsókn sinni á málinu. Forseti vill líka upplýsa 7. dagskrármálið sem einhverjir kunna að spyrja hvers vegna það sé á dagskrá, sem þingsályktunartillaga þingmannamál, en þar sömuleiðis að ræða þingmál sem ætlað að taka beinlínis á ástandinu vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og öfugt við það sem mætti ætla af fúkyrðaflaumi sem yfir forseta hefur gengið á undanförnum dögum, þá forseti maður orða sinna og stendur við það sem upplýst var í umræðum þessi mál að þingmannamál sem tengdust COVID-faraldrinum myndu fá sams konar forgang og stjórnarfrumvörp. Það ástæða þess að 7. dagskrármálið á dagskrá fundarins. Þannig að af hálfu forseta telur hann að hann hafi sett upp dagskrá sem algjörlega í samræmi við samþykktir forsætisnefndar frá 19. mars og 14. apríl. Til máls tekur fundarstjórn forseta hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil bara nýta tækifærið og segja það hér undir þessum lið að sú ráðstöfun sem hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson gerir hér að umtalsefni að verja hálfum milljarði til innlendrar matvælaframleiðslu í gegnum nýjan matvælasjóð. Ég tel að það sé vandað að þeir fjármunir þeim sé útdeilt með lagastoð og hér verið að leggja til frumvarp nýjan sjóð. Hugsunin ekki að þetta fari í gegnum gömlu sjóðina því hér eru ný markmið líka sem verið að setja til að mynda hvað varðar aukna samþættingu því við eigum ekki að horfa á matvælaframleiðslu á Íslandi sem aðskilin mál, landbúnað og sjávarútveg, heldur eigum að horfa til nýsköpunar í heild sinni. Ég hefði talið að ég og hv. þingmaður værum sammála það að það þyrfti að einmitt nálgast þessi mál með nýjum hætti og það sé mikilvægt að gera það með vönduðum hætti. Þetta tvímælalaust hluti af efnahagslegum viðbrögðum vegna veirufaraldursins og það mikilvægt að þessi fjárframlög sé búið með vönduðum hætti. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég ætla ekkert að lengja þessu umræðu en forseti gaf alveg fullt tilefni til þess. Það eru ferlar til fyrir þessi fjármuni. Þess vegna þarf ekki nýtt lagafrumvarp til að koma þeim út. Það er alveg augljóst mál, hæstv. forseti. Þannig að ræða svo sem forsætisráðherra flutti hér í rauninni ekki mikils virði vil ég segja í þessu við erum að ræða hér. Ég var bara að benda á það. Ég kominn inn með þingmál rauninni sem var hafnað af þinginu fyrir nokkrum mánuðum síðan, breytingar á 2 sjóðum, í skjóli þess að þetta sé eitthvað COVID-tengt mál. Það ekki þannig. Ef menn lesa frumvarpið, lesa greinargerðina, þá stendur með þessi greinargerðinni
Það fyrst og síðast verið að sameina þessa sjóði en það hægt að tengja það þessum COVID-faraldri. Ég ekki á móti því að setja auknir peningar í nýsköpun í landbúnaði eða styrkja landbúnaði. Það eru bara til aðilar, góðir sjóðir, góðar leiðir, góð verkefni geta tekið við þessum peningum. Til þess þarf ekki þetta frumvarp. Forseti væntir þess að efnisleg umræða inntak 7. dagskrármálsins geti farið fram í umræðum það þegar það kemur á dagskrá. Forseti gerir ekki athugasemdir að rætt sé undir liðnum fundarstjórn forseta dagskrána eða gerðar athugasemdir við hana, en vill ekki að efnisumræðu mál sem á dagskrá þingfundar fari fram annars staðar en þegar það mál tekið fyrir. Það löng hefð fyrir því að forseti reyna að halda upp í aga í þeim efnum til þess að umræðan fari ekki út dal og hól og sé við rétt dagskrármál hverju sinni. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Það eru fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp 724. mál á þingskjali 1253, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2020 sem að finna á þingskjali nr. 1253. Með frumvarpinu eru lagðar fyrir Alþingi tillögur breytingar á fjárheimildum ýmissa málefnasviða og málaflokka vegna þeirra fordæmalausu aðstæðna í efnahagslífinu sem við búum nú við vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Til að bregðast við efnahagslegum áhrifum af heimsfaraldrinum lagði ríkisstjórnin fram fyrsta aðgerðapakkann í mars síðastliðinn. Þar var megináhersla lögð á að mæta þeirri skyndilegu röskun sem varð í stórum hluta efnahagskerfisins með því að tryggja eins og hægt var áframhaldandi ráðningarsamband launafólks og fyrirtækja og aðgengi fyrirtækja að lausafjármunum. Í þessu fólst meðal annars þetta: greiðslur atvinnuleysisbóta samhliða skertu starfshlutfalli, greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví, frestun á skattgreiðslum og veiting ábyrgðar ríkisins á hluta lána til fyrirtækja í greiðsluvanda. Þá hefur verið ráðist í sérstakt fjárfestingarátak og heimildir veittar fyrir markaðsátaki í ferðaþjónustu auk sérstaks barnabótaauka með öllum börnum. Þessu til viðbótar samþykkti Alþingi við þinglega meðferð fyrsta frumvarps til fjáraukalaga fyrir árið 2020 tillögur meirihluta fjárlaganefndar sem fólu í sér að styðja við þau heimili í landinu sem lakast standa. Þar var í fyrsta lagi að ræða einskiptisgreiðslu til örorku- og endurhæfingar lífeyrisþega sem skatta- og skerðingarlaus. Einnig að styrkja úrræði vegna heimilislausra með fjölþættan vanda auk þess sem veitt var fjármagn í aðgerðir sem vinna eiga gegn kvíða og einmanaleika. Þegar fyrstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar voru kynntar voru vonir bundnar við að efnahagssamdrátturinn yrði skammur og hagkerfið gæti unnið sig tiltölulega hratt út úr erfiðleikunum, en nú hafa líkur aukist á að hann verði dýpri og langvinnari, ekki síst vegna alþjóðlegra ferðatakmarkana með gríðarlegum áhrifum á ferðaþjónustu. Hagkerfið stendur frammi fyrir tvíþættu áfalli sem birtist annars vegar í því að innlend eftirspurn hefur dregist hratt saman, sem má meðal annars rekja til aðgerða stjórnvalda sem miða að því að lágmarka útbreiðslu faraldursins, og hins vegar í alvarlegu tekjufalli ferðaþjónustu og allra tengdra greina sem getur haft ákveðin áhrif langt út fyrir raðir ferðaþjónustunnar. Af þeim sökum útlit fyrir að atvinnuleysi geti orðið meira og langvinnara en áður var gert ráð fyrir. Þannig má til dæmis benda á að í nýlegri spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins horfur í heimshagkerfinu því spáð að 3% samdráttur verði í heimsbúskapnum á þessu ári, sem væri umtalsvert meiri samdráttur en í fjármálakreppunni fyrir áratug. Þá gerir spáin ráð fyrir að hagvöxtur verði enn lakari meðal þróaðra ríkja þar sem áætlað að samdrátturinn verði yfir 6% að jafnaði. Á hinn bóginn gerir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ráð fyrir að öflugur viðsnúningur skili nærri 6% hagvexti á árinu 2021 á heimsvísu og 4,5% hagvexti hjá þróuðum ríkjum, þó meiri óvissa sé þá þróun. Hér á landi gerir spáin ráð fyrir 7% samdrætti í ár en 6% hagvexti á því næsta.
Frumvarp þetta og önnur sem lögð eru fram samhliða því fela því í sér frekari viðbrögð við þeim afleiðingum sem fram eru komnar af völdum faraldursins og markmið frumvarpsins að auka enn frekar stuðning við fyrirtæki, auk þess að útvíkka fyrri ráðstafanir með því að ná til hópa sem fyrri aðgerðir náðu ekki til. Í þessum aðgerðapakka eru ýmis félagsleg úrræði sem teygja sig til veikrar stöðu heimila, meðal annars vegna aukins atvinnuleysis. Þá aðgerðum ætlað að verja samfélagið gegn heilsufarslegum og annars konar áhrifum sem hér rætt í þinginu. Að ræða ráðstafanir í ríkisfjármálum sem lúta að skattamálum, ráðstöfunum sem varða fjárstuðning til rekstraraðila, stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki og stuðning við nýsköpunarfyrirtæki auk sérstaks rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla, auk víðtækra félagslegra úrræða. Aðgerðirnar beinast að bráðavandanum og eru ásamt fyrirgreiðslu lánastofnana til þess hugsaðar að gera fyrirtækjum og heimilum betur kleift að halda í horfinu þar til útbreiðsla veirunnar hefur verið stöðvuð. Ljóst að staða og horfur breytast hratt þessar mundir og því nauðsynlegt að viðbrögð stjórnvalda á hverju stigi taki mið af þeim breytingum eftir því sem þeim vindur fram á árinu. Því ljóst að stjórnvöld munu leggja til frekari ráðstafanir síðar sem munu beinast að því að bregðast við þeim afleiðingum sem enn eiga eftir að fylgja í kjölfarið á þeim sem nú þegar eru komnar fram. Á næstu vikum mun staðan skýrast enn frekar en þróun aðstæðna meðal annars háð árangri aðgerða hér á landi og í helstu viðskiptalöndum í því að hefta og uppræta faraldurinn og þar með af því að létta höftum á efnahagsstarfseminni og þá ekki síst ferðalögum. Líkt og í fjáraukalögunum sem voru samþykkt hér í lok mars í þessu frumvarpi fyrst og fremst verið að leggja til að veittar verði auknar fjárheimildir vegna ákvarðana ríkisstjórnarinnar afmarkaðar og tímabundnar ráðstafanir til að bregðast við á þessu stigi máls. Rétt að hafa í huga að afkoma ríkissjóðs mun versna verulega á yfirstandandi ári og að stærðargráða hallans á greiðsluafkomugrunni gæti orðið umtalsvert hærri en í kjölfarið á falli bankakerfisins haustið 2008. Þetta mun óhjákvæmilega hafa umtalsverð áhrif á skuldastöðuna þegar fram í sækir en ríkissjóður þó vel í stakk búinn til að mæta slíku áfalli. Þær aðgerðir sem gripið hefur verið til fram til þessa hafa það meginmarkmið að lágmarka langtímaáhrif núverandi aðstæðna á heimili og efnahag landsins. Til viðbótar þeim sérstöku ráðstöfunum vegna kórónuveirufaraldursins sem gripið hefur verið til má líta svo á að helsta mótvægisviðbragð stjórnvalda felist í því að halda uppi óbreyttum umsvifum eins langt og hægt að ganga í því efni. Svo sem opinberri þjónustu og lífeyris- og bótagreiðslum, þrátt fyrir að skyndilegur tekjubrestur hafi kippt stoðunum undan fjáröflun hins opinbera. Þannig myndast umtalsverður slaki á aðhaldsstigi ríkisfjármálanna sem leyfir sjálfvirkum sveiflujöfnurum að virka til fulls. Hins vegar jafn ljóst að því eru takmörk sett hversu lengi og í hvaða mæli ríkisfjármálin geta staðið slíka áraun án þess að þau láti undan síga og það fjari undan styrk þeirra til að standa undir hlutverki sínu til lengri tíma litið. Við lausn bráðavandans má því ekki missa sjónar á því að á komandi árum mun þurfa að brúa framkomið misvægi tekna og útgjalda ríkissjóðs og bæta skuldastöðuna jafnt og þétt þar til hún verður orðin hófleg að nýju. Virðulegi forseti, í þessu frumvarpi eru gerðar tillögur ný verkefni og auknar heimildir sem varða útgjaldamál og voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga eða teljast nú orðin brýn eða óhjákvæmileg. Í frumvarpinu farið fram á að fjárheimildir ríkissjóðs á árinu 2020 verði auknar 13,2 milljarða króna en það svarar til 1,3% til hækkunar á áður samþykktum fjárheimildum. Hafa þá fjárheimildir hækkað 39 milljarða króna frá því fjárlög fyrir árið 2020 voru samþykkt í nóvember síðastliðnum. Samtals nema gildandi fjárheimildir fyrir árið 2020 1.030 milljörðum króna. Umfang tillagnanna skýrist þó af fáum en þýðingarmiklum útgjaldamálum. Þá í 4. grein frumvarpsins einnig lagðar til breytingar á heimildarákvæðum í 6. grein fjárlaga fyrir árið 2020.
Ég ætla að víkja nú að meginefni frumvarpsins. Í fyrsta lagi er lagt til að auka fjárheimildir vegna félagslegra aðgerða um 8,4 milljarða kr. Fjárheimildin er ætluð annars vegar til þeirra hópa samfélagsins sem brýnt þykir að styðja við sökum efnahagsástandsins og hins vegar til starfsfólks heilbrigðisþjónustunnar sem hefur verið undir miklu álagi í starfi vegna COVID-19 faraldursins. Veigamesta félagslega aðgerðin varðar atvinnuúrræði fyrir námsmenn sem eiga engan eða takmarkaðan rétt til atvinnuleysisbóta og námsúrræði fyrir atvinnuleitendur í sumar og næsta vetur og verður varið allt að 5 milljörðum kr. til þessa. Vonir standa til þess að ríki og sveitarfélög geti sameiginlega skapað um 3.000 sumarstörf fyrir námsmenn með sérstöku átaki. Einnig er ætlunin að bjóða upp á námsframboð fyrir háskóla og framhaldsskólanema í sumar og sérstök námsúrræði fyrir atvinnuleitendur á næstu 12 mánuðum til að mæta vaxandi hópi atvinnuleitenda. Markmiðið með aðgerðunum er að mæta menntunar- og virkniþörf atvinnuleitenda til að viðhalda, bæta eða breyta færni vinnuaflsins til sóknar þegar atvinnuástand batnar. Þá er gert ráð fyrir að 1 milljarði verði varið til sérstaks launaauka í formi eingreiðslu til þess heilbrigðisstarfsfólks sem staðið hefur í framlínunni. Þá verður farið í aðgerðir fyrir tæpan 1 milljarð til að auka félagsleg úrræði. Aðgerðirnar miða annars vegar að því að vinna gegn félagslegri einangrun aldraðra og öryrkja, styðja við þá einstaklinga sem sinna umönnun langveikra barna sem búa nú við skerta þjónustu vegna áhrifa faraldursins. Einnig verður sérstök áhersla lögð á aðgerðir gegn heimilisofbeldi og ofbeldis gegn börnum með auknum stuðningi við þolendur og fjölskyldur þeirra auk viðbótarframlaga til barnahúss. Þá er gert ráð fyrir fjárveitingu til að takast á við áskoranir sem fylgja í félagsþjónustu og barnavernd í dreifðustu byggðum landsins. Einnig er fyrirhugað að veita 540 milljónum kr. til að stuðla að geðrækt og bættri andlegri heilsu íbúa landsins. Heilsugæsluþjónustu allt land. Heilsugæsluþjónustan allt land verður stórefld með sérstökri áherslu á geðrækt og andlegt heilbrigði. Í því felst að sérhæfðu starfsfólki innan heilsugæslunnar verður fjölgað, svo sem geðlæknum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum. Þá verður fjarheilbrigðisþjónustan aukin enn frekar, sem og samhæfing og samræming á þjónustu heilsugæslunnar á landsvísu. Að lokum ber að nefna aðgerðir á sveitarstjórnarstigi, en þær munu stuðla að uppbyggingu og bættum úrræðum fyrir tæpan 1 milljarð kr. Þar vegur þyngst 600 milljóna kr. framlag til sveitarfélaga í því skyni að gera þeim kleift að veita styrki til tekjulágra heimila þannig að öll börn geti óháð efnahag stundað íþróttir og aðrar tómstundir í sumar og fram eftir árinu. Þá er einnig gert ráð fyrir 250 milljónum kr. til aðgerða á Suðurnesjum. Ljóst er að staðan í þeim landshluta krefst sérstakra úrræða þar sem íbúar hans hafa sérstaklega fundið fyrir afleiðingum þess ástands sem hefur skapast. Framangreindar félagslegar aðgerðir voru metnar út frá áhrifum á jafnrétti kynjanna og með aðferðum kynjaðrar fjárlagagerðar og samkvæmt matinu eru aðgerðirnar ýmist taldar stuðla að auknu jafnrétti eða viðhalda óbreyttu ástandi, en það veltur þó mikið á útfærslu aðgerðanna þar sem það á við. Virðulegi forseti, hér er í öðru lagi lagt til að auka fjárheimildir um 2,5 milljarða kr. sem nýtt verður til að veita fjárstuðning til minni rekstraraðila og það eru þá þeir aðilar sem hafa þurft að loka rekstri eða láta af starfsemi samkvæmt opinberum tilmælum vegna farsóttavarna og af þeim sökum orðið fyrir tekjutapi. Aðgerðin miðast við fyrirtæki sem hafi í flestum tilvikum lítil tök á því að afla tekna til að standa undir föstum kostnaði þegar að þeim hefur verið gert að hreinlega loka starfseminni. Lokunarstyrkir eru þannig liður í að bæta að hluta að minnsta kosti það tekjutap sem fyrirtækin urðu fyrir og stuðla þannig að því að viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum. Ég verð að segja, mér finnst þetta vera hreint sanngirnismál. Í þriðja lagi er í þessu frumvarpi að finna tillögu að auka fjárheimildir 2,3 milljarða til að efla nýsköpun og þróun í samfélaginu. Aðgerðin miðar að því að veita fjármagn í nokkra sjóði sem munu svo úthluta fjármagninu samkvæmt úthlutunarreglum og markmiðum hvers og eins þeirra. Stærsti hluti fjármagnsins mun fara til sprota- og nýsköpunarsjóðsins Kríu
Þá verður veitt fjármagni til að efla nýsköpun og þróun í innlendri matvælaframleiðslu og til kynningarátaks að verja störf og auka verðmætasköpun á Íslandi. Einnig verður fjármagni veitt í launasjóði listamanna og einnig til nýsköpunarsjóðs námsmanna þar sem áhersla verður lögð á þjálfun í frumkvöðlamennsku og nýsköpun. Markmiðið að sporna gegn atvinnuleysi og efla nýsköpun meðal ungs fólks. Virðulegi forseti, ég ætla næst að víkja að nýjum heimildum í frumvarpi til fjáraukalaga. Í 3. grein frumvarpsins lögð til breyting á heimildarákvæðum í 6. grein fjárlaga fyrir árið 2020. Lagt til að við greinina bætist einn nýr liður 733 vegna viðbótarábyrgðar ríkissjóðs á lánum til einstaklinga og lögaðila sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Þar ráðherra veitt heimild til að veita lánastofnunum fulla ábyrgð á vegum ríkissjóðs á nýjum lánum til að styðja við rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnum skakkaföllum vegna heimsfaraldursins og fullnægja ákveðnum kröfum. Miðað við að lánin verði veitt fyrir árslok 2020 og nýtist minni aðilum sem orðið hafa fyrir tímabundnum tekjusamdrætti. Þetta vísað nánar til annars frumvarps sem hér á dagskrá í dag. Þá einnig lagt til í þessu frumvarpi að heimilt sé að semja við Seðlabanka Íslands að annast umsýslu vegna ábyrgðar ríkissjóðs á lánum til rekstraraðila með sambærilegum hætti og gildir heimild 732 vegna ábyrgðar ríkissjóðs á viðbótarlánum til fyrirtækja. Hæstv. forseti, nú hef ég farið yfir helstu þætti þessa frumvarps til fjáraukalaga fyrir árið 2020 og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til 2. umræðu og hv. fjárlaganefndar þingsins sem fær málið til skoðunar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, það vakti athygli mína að á 36 blaðsíðna glærupakka ríkisstjórnarinnar hvergi minnst á heimili. Hvergi. Það segir allt áherslu ríkisstjórnarinnar. Hvar eru beinu aðgerðirnar sem eru fyrir fólkið í landinu? Finnst ráðherra boðlegt að láta alltaf 1/4 Íslendinga fara á 290.000 kr. atvinnuleysisbætur? Treystir ráðherrann sjálfum sér að lifa á 290.000 kr. á mánuði? Ég vil einnig spyrja ráðherrann hvort 350 milljónirnar sem eiga að fara til fjölmiðla séu viðbót við þá 400 milljónir sem nú þegar hafa verið eyrnamerktar fjölmiðlum. Og hvað gerist við þá 400 milljónir ef meirihlutinn afgreiðir ekki fjölmiðlafrumvarpið frá sér? Þetta skiptir miklu máli. Og í 3. lagi, hvar eru aðgerðirnar fyrir litlu fyrirtækin, ekki síst í ferðaþjónustunni, sem blæðir nú út? Jú, þau fá að taka lán, jippí-kóla, lán þarf nú að greiða tilbaka. Hvar eru hinar beinu stuðningsaðgerðir við litlu fyrirtækin? Því það ljóst að þau sjálf koma að minnsta kosti ekki auga á þær í þessum pakka. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held að hv. þingmaður þurfi að átta sig á því að á heimilunum býr fólk og það fer að heiman til vinnu í fyrirtækjum og stofnunum og víða í samfélaginu. Þannig að þegar við erum að tryggja að fyrirtækin geti lifað af og greitt laun, þá erum við með óbeinum hætti að styðja við heimilin, við tekjur heimilisins, við rekstur heimilanna, við framfærslu heimilanna og fjölskyldna sem þar búa. Þetta verður ekki slitið í sundur. Algjörlega fráleitur málflutningur að slíta þetta tvennt í sundur og ég spyr, þegar að hér eru kynntar til sögunar aðgerðir til þess að hlúa til dæmis að geðheilbrigðismálum, heldur hv. þingmaður að það sé vegna fyrirtækjanna í landinu? Eða til hverja verið að tala með félagslegum úrræðum í þeim aðgerðapakka sem hér kynntur til sögunar? Auðvitað okkar markmið að forða því að eftir öllum tiltækum ráðum sem við höfum við mjög erfiðar aðstæður að fólk fari á atvinnuleysisskrá. Þess vegna erum við núna að greiða með hlutabótakerfinu stóran hluta af launakostnaði fyrirtækjanna og það akkúrat úrræði sem lítil fyrirtæki í ferðaþjónustu að nýta sér í stórum stíl. Spyrja bara þessi fyrirtæki sem í vanda og í ferðaþjónustu hvort að ríkið sé ekki að greiða launakostnað þeirra að verulegu leyti í gegnum hlutabótaleiðina og svarið við því verður já og önnur úrræði koma síðan þar til viðbótar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Frú forseti, jú, hlutabótaleiðin var jákvæð leið. Það var í fyrri pakka. Við erum að tala um þennan pakka og það er afskaplega lítið í þessum pakka sem stuðlar til dæmis að búa til ný störf. Af hverju til dæmis ekki fjölga hér opinberum störfum? Það bæði þarf og væri skynsamlegt í þessu ásigkomulagi. Það er merkilegt að í rauninni einu nýju störfin í þessu pakka eru sumarstörf. Ég ætla ekki að gera lítið úr þeim, en ég get svo sannarlega fullyrt það úr þessu stól að fólk bjóst við meira heldur en hér má finna. Mig langar að kalla eftir svari varðandi fjölmiðlana. Endilega hv. ráðherra svara því hvort þessar 350 milljónir séu viðbót við þær 400 milljónir sem nú þegar liggja fyrir í fjárlögum. Og hvað gerist ef meirihluti nefndarinnar sem að skoða það mál afgreiðir það mál ekki frá sér? Erum við að tala um 750 milljónir til fjölmiðla eða er jafnvel hugsunin að lækka þessar 400 milljónir niður í 350, en þetta skiptir mjög miklu máli. Allir fjölmiðlar landsins að kljást við afskaplega erfiða stöðu og við þurfum að fá skýr svör úr þessu stóli hver hugur ríkisstjórnarinnar til fjölmiðla hvað þetta varðar. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, þetta er nú einhver versta hugmynd sem ég hef heyrt að nú sé ástæða til þess að fara að stórfjölga opinberum störfum. Ég held að það sé ekki verkefnið. Ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvert er vandamálið. Vandamálið eru störfin í einkageiranum sem að hverfa. Það er rót vandans, eins og ég var að fara yfir hér áðan. Ef við vinnum ekki bug á því ástandi þá munum við ekki hafa efni á samneyslunni eins og við höfum stillt útgjaldastigið af á undanförnum árum. Við munum einfaldlega ekki hafa tekjur til ríkissjóðs til þess að greiða bætur almannatrygginga, reka menntakerfið, reka heilbrigðisþjónustuna, félagsþjónustuna, standa undir samgöngukerfinu og svo framvegis. Það er hættan sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að aðgerðir okkar hljóta eiga miðast við að örva að nýju starfasköpun í samfélaginu og ég held að hlutinn sem að snýr að rannsókn og þróun og nýsköpun sé mjög líklegur til þess að skila árangri í því efni. Varðandi fjölmiðlana, þetta er mjög einfalt. Það er fjárheimild í dag. Það er undir þinginu komið að afgreiða frumvarpið eða ekki. Hérna er verið að leggja til viðbótarfjárheimild. Ef hún verður samþykkt þá mun hún nýtast í þeim tilgangi. En þingið verður síðan að ákveða hvað á að vera með frumvarpið og þar með hina fjárheimildina sem er fyrir utan þetta mál. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, Miðflokkurinn styður þennan aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar og hefur stutt allar tillögur ríkisstjórnarinnar til þess að lágmarka það tjón sem við stöndum frammi fyrir. En efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar verða að taka mið af því að niðursveiflan verði meiri en svartsýnustu spár gera ráð fyrir. Þau verða að hafa það í huga að hvaða aðstæður það séu sem verða að búa sig undir. Það er að segja, þá hefur ríkisstjórnin, hún hefur ekki gert það að mínu mati og okkar mati í Miðflokknum. Hún virðist vera hrædd við að horfast í augu við það að þessi niðursveifla er dýpri en svartsýnustu menn gerðu ráð fyrir. Ríkisstjórnin hefur talað um samstarf og samvinnu og kallað eftir tillögum frá stjórnarandstöðunni og ég verð að segja það að við höfum orðið fyrir miklu vonbrigðum með það að það hefur ekki verið hlustað á þessar tillögur. Við komum með tillögur að hækka framlagið til nýsköpunar, við komum með tillögur álagsgreiðslu, við komum með tillögur til Suðurnesja. Allar þessar tillögur voru felldar fyrir 3 vikum, hæstv. Fjármálaráðherra. Hvers vegna var verið að fella þessar tillögur? Hvers vegna voru þið að fella þessar tillögur sem þið komið síðan með hér núna? Á þessum tíma hafa liðið 3 vikur, dýrmætur tími. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir góðar undirtektir við þær tillögur sem liggja fyrir þinginu og hafa stutt í öllum meginatriðum þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa lagt fyrir þingið. Tillögur ríkisstjórnarinnar hafa tekið breytingum hér í þinginu og það er auðvelt að rekja þá sögu. Það var bætt í ýmis úrræði. Sumar tillögur sem koma frá stjórnarandstöðunni fengu ekki brautargengi. Ég ætla ekki að tala fyrir hönd alls stjórnarmeirihlutans þegar kemur að því með hvaða rökum það var gert í hverju einu tilviki. Við erum einfaldlega hér með rökstuddar tillögur sem hafa verið vel undirbúnar, þar sem er búið að horfa til allra þátta. Við erum með heildstæðar tillögur til dæmis fyrir rannsóknir, nýsköpun og þróunarvinnu. Við erum þar fyrir utan að bæta við fjölmörgum úrræðum sem ekki hafa komið til tals hér í þinginu. Ég nefni sem dæmi frestun skattgreiðslna. Það er að segja heimild til þess að
nýta í raun og veru afturvirkt skattalegt tap á þessu ári til að koma í veg fyrir skattgreiðslur, tekjuskattsgreiðslur fyrirtækja vegna ársins 2019. Þannig að svona gengur þetta borðtennisspil bara hérna í þinginu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Þakka hæstv. Ráðherra. Kjarni málsins er sá að við lögðum fram góðar tillögur. Í fjárlaganefnd kom ég með tillögu sérstaka álagsgreiðslu til heilbrigðisstarfsfólks. Henni var tekið fálega, en núna á að samþykkja hana. Við styðjum hana sjálfsögðu. Ef að menn ætla að kalla eftir samstöðu og samstarfi á fordæmalausum og erfiðum tímum, þá eiga þeir að standa við þau orð, ekki snúa út úr og fella alla tillögur stjórnarandstöðunnar en koma svo með sömu tillögur í næstu atriðinu frá þeim sjálfum. Það er kannski bara kjarni málsins að það er ekki sama hvaðan tillögurnar koma. Er það kannski kjarni málsins, hæstv. Ráðherra? En allavega, þá vil ég koma örstutt til í lokin að stuðningslánunum og sem er kannski stærsta aðgerðin í þessum pakka, mikilvægt og jákvætt skref, en þó einungis til lítils hluta fyrirtækja þegar við horfum á svona stærð hagkerfisins og veltuna. Og þá langar mig einfaldlega að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að stuðningslánin komi til með að ná til fleiri fyrirtækja. Það er að segja þessa meðalstóru fyrirtækja í þá næsta aðgerðapakka, eins og þetta kemur allt fram hjá ríkisstjórninni. Þetta kemur allt í einhverjum smá skömmtum sem er nú kannski ekki nógu skynsamlegt heldur. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held að því verður nú ekki haldið fram að menn hafi hér í fyrri aðgerðapakka lagst gegn því að greiða álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks. Hins vegar hefur í millitíðinni verið unnið að útfærslu á álagsgreiðslunum og ég hefði svo sannarlega aldrei farið að beita mér gegn því að tillaga í því efni næði fram að ganga. Þetta var kannski spurning aðdragandann. En það á ekki að vera þannig sem eins og hv. þingmaður lýsir að það ráðist alfarið af því úr hvaða átt tillögur koma. Hér er spurt viðbótarlán, þessi stuðningslán, og við sjáum þetta þannig að þegar horft er til samsetningar langflestra fyrirtækja sem eru á annað borð með launagreiðslur, með eitthvað starfsfólk hjá sér, að þá eru þetta lítil fyrirtæki á Íslandi. Af 18.000 fyrirtækjum í viðskiptahagkerfinu þá sjáum við að við erum að ná til svona 14.000. Það er rétt sem bent hefur verið á að það eru tiltölulega fá fyrirtæki sem eru með mjög hátt hlutfall af heildarveltunni. En ef við skoðum fjölda fyrirtækja sem eru með fáa starfsmenn, þá erum við að ná mjög vel til þeirra með þessari aðgerð. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Það eru 540 milljónir til geðhjálpar og það er þá fjölgun lækna og starfsfólks og svo framvegis. En ég spyr á móti, nú er það ekki ódýrt að leita sér hjálpar hjá geðlækni og nú er stór hópur sem hefur ekkert efni á því, hefur ekki efni á mat, hefur ekki efni á lyfjum, hvað þá til læknis, hvað þá til geðlæknis. Og ég spyr, af hverju þá ekki á sama tíma og hvort það standi til að segjum að allir þeir sem eru undir 400.000 krónum fái bara ókeypis læknisþjónustu, bæði venjulega læknisþjónustu og sérstaklega geðþjónustu, vegna þess að það segir sig sjálft að það getur orðið rándýrt bæði fyrir þjóðfélagið og heilsuna að geta ekki leitað sér geðræna hjálpar. Og svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að það getur verið mjög dýrt fyrir samfélagið að vanrækja þennan málaflokk. Ég tel að það hafi ekki áður verið gert jafn mikið átak í þessum málaflokki eins og í tíð þessarar ríkisstjórnar. Það birtist mjög skýrlega í stjórnarsáttmálanum og í fjárlagatillögum undanfarinna ára. Við höfum sett af stað sérstakt átak til þess að gera betur þarna, meðal annars í samstarfi við heilsugæsluna. Og við höfum líka tekið á kostnaðarþátttöku sjúklinga og lækkað hana. Ég tel að með þeim aðgerðum sem þegar hafa verið kynntar og því sem hér kemur til viðbótar fyrri aðgerðum frá fyrri árum,
að þá séum við að girða fyrir þann vanda sem að hv. þingmaður bendir á að kunni að skapast. Það er að segja, það er ekki sú hætta á að jafnvel fólk með lágar tekjur hafi hreinlega bara ekkert aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu eins og áður var. Ég held að það sé miklu frekar ástæða til þess að hafa áhyggjur af mönnun í þessum geira heldur en niðurgreiðslu stjórnvalda. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra svarið en ég verð að vera algjörlega ósammála vegna þess að það er grafalvarlegt mál að hafa ekki efni á að leita til læknisþjónustu. Það er bara grafalvarlegt mál og þjóðfélaginu getur orðið miklu dýrara, margfalt dýrara. Það er sannað að ef þú getur ekki leitað læknishjálpar, hvort sem það er geðræna læknishjálp eða önnur læknishjálp, þá bitnar það á þjóðfélaginu, það bitnar á heilbrigðiskerfinu og verður margfalt dýrara. Ég held að það væri ódýrast og besta sem við gætum gert núna, hreinlega, sagt við alla sem eru á atvinnuleysi, alla sem eru á lífeyrislaunum, þið fáið ókeypis læknishjálp. Gerum þetta. Ég skal veðja við ykkur að það margborgar sig og ég held að það sé ekki efamál að hæstv. fjármálaráðherra væri sammála með vegna þess að þetta er sannað. Þeir gerðu til dæmis í Bretlandi, tóku könnun á því. Hvað áhrif að sárafátækt hefði á fólk og það geti ekki leitað til læknishjálpar. Og það kostaði margfalt meira heldur en að gera og laga þessum hætta. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við erum ekki í ágreiningi þetta. Hv. þingmaður er að leggja til að við leggjum af alla kostnaðarþátttöku sjúklinga sem eru undir ákveðnu tekjuviðmiði og ég er að benda á að kostnaðarþátttakan hefur verið lækkuð mjög verulega og aðgengi að heilbrigðisþjónustu stóraukið. Heilsugæslan hefur verið stórefld og það er afar lágt gjald sem greitt er fyrir þjónustu þangað. Þannig að ég þyrfti að fá betri dæmi raunverulega kostnaðarþátttöku til þess að sjá að þessi vandi sé raunverulegur sem hv. þingmaður bendir á. Það sem fyrir liggur þinginu núna að taka afstöðu til er tillaga frá ríkisstjórninni að stórefla geðheilbrigðisþjónustu. Og að síðustu veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, að auka enn stuðning við fyrirtæki, segir fjármála- og efnahagsráðherra, og eru fyrirtæki mannanna verk og ef við ættum að læra eitthvað til dæmis frá Ameríku þá ættum við að læra það að það á að vera auðvelt að stofna fyrirtæki og þá að vera ódýrt í rauninni kostnaðarlaust að hætta fyrirtækjum. Stjórnvöld eru með umboð kjósenda eða fólks, ekki fyrirtækja. Fyrirtæki eru ekki kjósendur með atkvæðisrétt ennþá allavega og vonandi aldrei. Þess vegna ætti stjórnvöld fyrst og fremst að vera að hugsa að styrkja fólk, ekki í gegnum fyrirtæki, heldur einfaldlega að styrkja fólk. Því að þaðan koma fyrirtæki. Mér langar til þess að vekja einmitt athygli á þessum svona viðsnúningi einhvern veginn sem að mér finnst vera alltaf í umræðinni, að það gleymist að hvaðan upprunnin er, hvaðan upprunni umboðs okkar hérna á þingi er frá fólki og hvaðan upprunni fyrirtæki er frá fólki. Þaðan eigum við að byrja að horfa. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held nú að það sé stutt í að þetta sé einhvers konar orðhengilsháttur að aðgerðir stjórnvalda snúi að því að styðja við einhverja lögaðila sem séu ekki í neinum tengslum við fólk. Þessi kenning bara stenst ekki í skoðun. Við erum að gera þetta einmitt til þess að bjarga störfum. Hlutastarfaleiðin er skilyrt því að menn viðhaldi ráðningarsambandi við fólk. Og ég skil ekki alveg hvað hv. þingmaður á við þegar hann segir að við ættum að líta til Bandaríkjanna og horfa til þess hvernig við getum gert fyrirtækjum léttbærara að hætta starfsemi. Í hvað er hv. þingmaður að vísa? Er hann að vísa í að við ættum að losa fyrirtæki undan skyldunni til þess að greiða fólki laun í uppsagnarfresti? Það er ameríska leiðin. Engin laun í uppsagnarfresti. 3 mánuðir, 5 mánuðir eftir kjarasamningum, eftir einstaka starfssamningum. Hvað er hv. þingmaður að vísa í? Hvað eigum við að gera á Íslandi sem er gert svona vel í Bandaríkjunum sem gerir fyrirtækjum kleift að hætta starfsemi? Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég er að spyrja spurningana hérna.
En hið augljósa að við viljum að fyrirtæki þegar þau klára þau skuldi ekki neinum og sérstaklega ekki því fólki sem það hefur í atvinnu. Þessi áhersla að fólk fyrst myndi hafa einfaldlega góð áhrif á til dæmis einkaneysluna sem ég veit að Sjálfstæðisflokknum mjög annt Einnig myndi ég vilja að það væri fjallað betur þessi kerfislega mikilvægu fyrirtæki sem hafa sífellt komið upp í umræðinu á undanförnu, að ef það eru kerfislega mikilvæg, af hverju eru þau ekki skilgreind svo fyrirfram, til dæmis þá með einhverju ábyrgð eða lagalegri ábyrgð, hvað það varðar. Þannig að við vitum það að þegar það harðnar í ári, að þá vitum við hvaða skyldur, hvaða ábyrgð slík fyrirtæki hafa og hvers vegna almenningurinn og ríkissjóður á að koma eitthvað þeim til bjargar, af því að það væntanlega á að gagnast fólki. Það er margt í þessu sem var varhugavert hérna og ráðherra segir að þetta sé vel rökstutt og undirbúið frumvarp, þegar að hið augljósa sést í gagna í þessu greiningar frumvarpsins að til dæmis kynjaða fjárlagagerðin bara vegna félagslega pakkans. Það vannst ekki tími til þess að vinna það vegna hinna aðgerðana. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við erum með sérstakar kvaðir á kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki í lögum og fyrir þinginu liggur frumvarp frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra auknar skyldur og endurskoðendur þegar að í hlut eiga slík fyrirtæki fyrir upplýsingagjöf, skylda til þess að veita upplýsingar sem ella myndu kannski fyrst og fremst hvíla á skráðum fyrirtækjum. Þannig að við höfum verið að gera breytingar í þessa átt til þess að lágmarka hættuna á því að fyrirtæki sem eru kerfislega mikilvæg, vandi þeirra komið svona dálítið í bakið á samfélaginu. En ég held að við séum ekki að glíma við það í augnablikinu. Ég held að við séum að glíma við heimsfaraldur sem að kemur þannig við efnahagslífið að við erum að sjá einn mesta samdrátt í heimshagkerfinu bara í 100 ár. Það er ekki takmarkað við einstaka atvinnugreinar og í þessum aðgerðapakka eru stigin skref sem eru í góðum takti við okkar mat á stöðunni í dag. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, eins og hæstv. fjármálaráðherra var rétt að segja, þá erum við að fara að stefna í dýpstu kreppu í 100 ár. Dýpstu kreppu í yfir 100 ár. Þess vegna þurfa viðbrögð stjórnvalda að taka mið af þeirri staðreynd. Og í fullri sanngirni sagt og hreinskilni þá þessi pakki, svo má kalla, pakki númer 2, engan veginn nægjanlegur til að mæta því ástandi sem hér blasir við íslenskum heimilum og fyrirtækjum. Förum aðeins yfir nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá hér ekki að tala einhverja 60 milljarða króna innspýtingu eins og ríkisstjórnin vill að fyrirsagnar verði. Það er bara ekki rétt. Því af þessum 60 milljörðum þá eru 41 milljarður annars vegar lán sem þarf að endurgreiða tilbaka eins og á að gera með öll lán og númer 2, frestun skattgreiðslna. Innspýtingin því 20 milljarðar. Hvað eru 20 milljarðar mikið? Það eru heil 2% af ríkisfjármálunum. Það eru 2% og ef við skoðum sérstaklega fjárauka frumvarpið sem við erum að ræða hér, þá er að ræða 13 milljarða. 13 milljarða, rúmlega 1%. Getur einhver sagt að þessar tölur, hvort sem litið til 20 milljarða eða 13 milljarða, 1–2% aukning ríkisútgjalda sé nægjanlegt í því ástandi sem hér blasir við. Og ég svolítið þreyttur hér alltaf að segja, það kemur meira seinna. Þetta var sagt eftir síðasta pakka, síðan leið heill mánuður og við fengum þennan þunna pakka. Þetta veit ég að það er margt jákvætt í svona pakka og ég að draga frá það sem betur má fara. Það er mitt hlutverk í stjórnarandstöðu og við sjáum það að viðbrögðunum, það er afskaplega fáir lukkulegir með þennan pakka. Ég veit alveg við getum ekki gert allt fyrir alla, en við skulum gera að minnsta kosti aðeins meira en þetta. Mér finnst merkilegt
þó að hæstv. ráðherra fannst það ekki, hérna í andsvari mínu til hans, að á 36 blaðsíðna pakka, glærupakka ríkisstjórnarinnar, þá er ekki minnst einu orði á heimilin. Það er ekki minnst einu orði á heimilin. Jú, þetta veit ég sem gagnast fólki, ég veit áttamála á því, en fólk er ekki fyrirtæki og fyrirtæki er ekki fólk. Það þarf líka aðgerðir til að mæta tekjutapi heimilanna. Og það er þetta atvinnuleysið óvinnu númer 1, 2 og 3. Atvinnuleysisbætur eru 290.000 krónur og það stefnir jafnvel alltaf 1/4 af íslensku þjóðinni er á leiðin á atvinnuleysisbætur. Ráðherra svaraði nú ekki þeirri fyrirspurn minni til hans hvort hann treysti sér til að lifa á 290.000 krónur á mánuði. Ég myndi ekki treysta mig til þess. Af hverju ekki atvinnuleysisbætur hækkaðar í þessum pakka? Við í Samfylkingin leggjum fram þingmál seinna í dag, sem er núna til umræðu aftur, að hækka atvinnuleysisbætur. Af hverju er það ekki gert? Það er tillaga sem myndi mæta tekjufalli heimilanna. Ekki satt? Þetta skiptir máli. Kannski er bara heimilin ekki inn á radar ráðherrans. Hann er mjög fyrirtækjaorienteraður, veit að það er að huga fyrirtækjunum, að sjálfsögðu. En mér finnst merkilegt að hér sé engin sérstök áhersla til að mæta tekjufalli eða atvinnumissi heimilanna með beinum hætti. Ég veit að hlutabótaleiðin, hún er komin, hún var góð, en við þurfum meira. Mér finnst líka merkilegt þessum pakka að það er afskaplega lítið ný störf, búa til ný störf til að mæta atvinnuleysinu. Jú, það eru sumastörf, ég ætla ekki að gera lítið úr þeim, þau skipta máli, en það vantar ný störf. Þess vegna sagði ég við hæstv. ráðherra áðan, af hverju ekki opinber störf? Hversu slæmt er það? Það þarf fleiri hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, sjúkraþjálfara, kennara. Það þarf fleiri lögreglumenn, fólk sem vinnur að barnavernd, sálfræðinga, vísindamenn. Þetta eru opinber starfsmenn sem við getum bætt í. Þetta bæði fjölgar störfum, þetta bætir líka þjónustu almenning sem nýtur góðs af opinberri þjónustu. Það getur verið flóknara að bæta störfum á einkageiranum, en það þarf líka, en við erum með opinbera geirann í fanginu. Af hverju bætum við ekki þarna hressilega í? Mér finnst þetta viðhorf að við megum ekki bæta opinbera kerfi því það er báknið, það er eitthvað slæma. Það ætla bara að fara aðeins yfir það. Hvað gera opinberir starfsmenn? Það er opinber starfsmaður sem tekur á móti þér þegar þú fæðist. Það er opinber starfsmaður sem kennir börnunum þínum. Það er opinber starfsmaður sem sér þarfir fatlaðra ættmenna þinna. Það er opinber starfsmaður sem er í framlínunni gegn heimsfaraldri. En það er einnig opinber starfsmaður sem rannsakar jarðfræði Íslands, vaktar snjóflóðahættu, leggur vegina sem þú keyrir, sígur úr þyrlu til að bjarga sjómanni, greiðir þér áunnar bætur og kemur í veg fyrir að á sig þér brotið hvort sem þú ert neytandi eða bara sem manneskja. Og loks er það opinber starfsmaður sem hjúkrar þér á dánarbeði þínu. Þannig að við skulum ekki tala niður til opinberra þjónustu og opinberra starfa. Þau skipta miklu máli. Og í svona áfalli þá er þetta í alvörunni sagt mjög skynsamleg leið til að mæta þeim vanda sem hér blasir við. Og störfum er að fækka. Við sjáum með opinbera, við getum alveg spýtt hér í og fjölgað opinberu starfsmönnum. Það er ekki að gerast í þessu pakka. Frú forseti, lítum aðeins á litlu fyrirtækin. Ég hef áhyggjur af þau séu að gleymast, ekki síst í ferðaþjónustunni. Úrræði sem gagnast litlu fyrirtækjunum er fyrst og fremst lánin, alltaf 6 milljónir. Þetta er bara of lítið. Fyrirtæki sem fær lán þarf að greiða tilbaka. Eðlilega. Það þarf að setja meiri hugsun hvernig við mætum þessi litlu fyrirtækjum, ekki síst á ferðaþjónustunni sem eru bara farin. Hvernig getum við hjálpað þessu fyrirtækjum, litlu ferðaþjónustufyrirtækjum? Þetta er ekki endilega fyrirtæki sem þurftu að hætta starfsemi vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda. Þetta voru fyrirtæki sem þurftu að hætta vegna tekjufalls. En lítum á fyrirtækin sem neyddust til að stoppa starfsemi sína vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda, þau fá rúmlega 2 milljónir. 2 milljónir. Og í sumum tilfellum dugar það ekki sem fyrir húsaleigunni undanfarna 2 mánaða.
Hvað þá að mæta því tekjutapi sem þessi fyrirtæki, hárgreiðslustofur, tannlæknastofur, hvað þessi fyrirtæki voru, þurftu að mæta vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda. Lítum aðeins á félagslega pakkann í þessu fjárauka. Hvað er félagslegi pakkinn stór? Hann er 8,5 milljarður. Það er nú allt og sumt. Jú, þetta fagna í hverri krónu sem þessi ríkisstjórn setur í félagsmál, hvort sem það er geðrækt eða aðgerðir gegn heimilisofbeldi og öðru slíku, að sjálfsögðu. En aftur, þetta er allt of skammt. Ég hef sagt áður við ráðherrann að hann hefur okkur hér í þessum sal sem sína bandamenn í að bæta hér hressilega í. Að bæta 1% við ríkisútgjöldin er ekki verið að bæta hressilega í. Frú forseti. Hann mun ekki, ráðherrann og ríkisstjórn mun ekki mæta andstöðu í þessum hluta salarins ef hann myndi bæta hér hressilega í. Hann hefur sjálfur sagt að hann vilji frekar gera meira en minna. En hann er að gera svo sannarlega of lítið. Félagslega pakkinn 8,5 milljarður. Setjum þessa tölu í smá samhengi. Þetta er lægri upphæð heldur en lækkun veiðileyfagjalda hefur orðið á kjörtímabilinu hjá þessari ríkisstjórn. Hugsið ykkur. Þetta er ekki myndarlegur pakki til að mæta þeim félagslega vanda sem orsakast af þessu áfalli. Kíkjum aðeins á fjárfestingarnar. Það er ekkert verið að spýta í fjárfestingapakkann í fjárfestingapakkann eins og hjá ríkinu. Fjárfestingapakki síðasti, hann var orðinn lítill áður en blekið á þeim pakka þornaði. Það var ekki bara við stjórnarandstöðu sem bentum á það. Þannig ég bjóst við að hér kæmi einhver innspýting í fjárfestingar, í vegaframkvæmdir, í þessi verklegu framkvæmdir sem við getum ráðist í til að vega upp lægri og minni eftirspurn á einkamarkaðinum. Það er ekki í þessum pakka. Nýsköpunarpakkinn, hann er enn of lítill og mér finnst þetta svo augljós að nýsköpun er töfraorð í kreppu. Sjóðurinn Kría fær auka milljarð, það er bara of lítið. Auknir fjármunir í rannsóknarsjóði og nýsköpunarsjóði skila sér margfalt tilbaka. Af hverju setjum við ekki meira í kvikmyndasjóði til dæmis? Við vitum ekkert hvert næsta Marel eða Menika verður. Við vitum ekkert hver verður næsti Baltasar Kormákur. Þetta er svona opinber leið til að koma hjólunum aðeins á stað, nýta sér þessa sjóði og við getum gert það með einu pennastriki. Hér er bætt aðeins í listamannalaunin. Ég fagna því og ég velti fyrir mig hvar þeir fengu þessu frábæru hugmynd. Fagna því að hér sé að vera að bæta 100 listamönnum og listamannalaun. Þeir eru 300 núna. Ég vildi tífalda fjölda listamanna og listamannalaunum. Ég finnst það sniðug hugmynd. Svo að bæta 100 listamönnum og listamannalaun, jú, við fögnum því, en hafið þau í huga að það eru 3500 listamenn, sjálfstætt starfandi listamenn, sem allir eru núna að upplifa frost í sinni starfsemi. Meðal annars vegna tilmæla sem hið opinbera leggur á. Af hverju er skárra að hafa listamann á atvinnuleysisbótum heldur en listamannalaunum? Listamannalaun eru laun. Við skulum hafa það líka alveg á tæru. Ef þú fær listamannalaun þá þarf það að skila skýrslu, þú þarf að skila afrakstur, þú þarf að skila vinnu. Þannig að við fengjum meiri listsköpun, við fengjum líka meiri umsvif. Við fengjum skatttekjur á móti. Og það merkilegt, ég vildi tífalda fjölda listamanna og listamannalaunum. Það myndi kosta, það kostar jafn mikið að gera það og 1% stig í auknu atvinnuleysi. Þetta er miklu skynsamlegra að útveika þetta úrræði enn meira. Svo langar mér að þess að fjalla það sem er þó jákvætt í þessu. Ég fagna því að nú fær fólki í framlínunni álagsgreiðslu í heilbrigðiskerfinu og félagsþjónustunni. En ég minni nú á, það er nú nánast korter síðan þessi blessaði meirihluti felldi óskum svipaða tillögu. Ég velti fyrir mér, af hverju erum við í þessu skotgröfum? Hvernig stendur á því þessi ríkisstjórn? Við samþykktum allar tillögur stjórnarflokkanna í fyrri aðgerðapakka. Allar. Ríkisstjórnarflokkarnir, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir felldu hverja einustu tillögu stjórnarandstöðunnar. Hvers konar sandkassaleikur er þetta í neyðarástandi? Núna dúkka upp aðrar tillögur í þessu pakka sem eru í samræmi við okkar breytingatillögur í stjórnarandstöðunni sem þeir felldu fyrir ekki alls löngu. Hér er verið að auka endurgreiðslu þróunarkostnaðar. Við lögðum það fram, góð tillaga, komin í pakkann, frábært.
Við lögðum til tillögur að setja aukna fjármuni til langveikra barna, fjölskylda þeirra. Það var fellt, komið í pakkann, gott mál. Við vildum setja aukinn stuðning í grænmetisframleiðslu og nýsköpun og annað slíkt. Þannig, jú, gott og vel. Auðvitað fögnum við öllum þeim skrefum sem við í stjórnarandstöðu náum í gegn, en mér finnst þetta bara leiðingjart. Ef þessi blessaða ríkisstjórn nú sammála okkur, af hverju ekki allt í lagi að samþykkja eitthvað frá stjórnarandstöðuflokkunum sem nota bene, frú forseti, 46% af þjóðinni kaus. Svo það fjölmiðlarnir. Mér finnst það skipta miklu máli það sem ég var að spyrja hæstv. Ráðherrann að í andsvari mínu hér áðan, að þessi 350 milljónir sem eru í þessum pakka, sem að renna til fjölmiðlana, viðbót, ég vona ég sé ekki að misskilja ráðherrann, hann getur leiðrétt mig hér á eftir, viðbót við þær 400 sem nú þegar hafa verið ákveðnar að eiga renna til frjálsra fjölmiðla. Þetta skiptir miklu máli. Ég bara trúi ekki, ef pælingin að ef stjórnarmeirihlutinn afgreiðir ekki fjölmiðlafrumvarpið sem nú þegar nefnd, sem með 400 milljónar, að niðurstaðan verði að fjölmiðlarnir fá bara 350. Ég trúi ekki að þeir séu að lækka til fjölmiðlana. Þess vegna ég að varpa þessu fram. En ég skil hæstv. Ráðherra að það ekki hugsunin. Hugsunin að frjálsir fjölmiðlar séu að fá 750. Þetta skiptir máli fyrir frjálsa fjölmiðla í landinu. Og gott mál. Ég bara trúi ekki ef málið afgreiðist ekki úr nefndinni og þá dettur bara hinna 400 milljóna niður og nettóaukningi verður 350, sem þýðir í rauninni lækkun frá þess að var ákveðið fyrir faraldur. En frú forseti, það lítil setning sem ég hef smá áhyggjur af í greinargerð, djúpt í greinargerðinni á fjáraukanum. Það stendur hér, með leyfi forseta, við lausn bráðavandans má ekki missa sjónar á því að á komandi árum mun þurfa að brúa framkomið misvægi tekna og útgjalda ríkissjóðs og bæta skuldastöðuna jafnt og þétt þar til hún verður orðin hófleg að nýju. Tilvitnun lýkur. Þetta frekar ljóðrænt að tala um eitthvað misvægi tekna og útgjalda. Í þessari setningu má lesa að eftir að við erum komin út úr þessu neyðarástandi blasir við niðurskurður. Þetta þýðir það á mannamáli. Það munum við ekki sætta okkur við. Að ef opinbera þjónusta sem svo mikilvæg fyrir okkar fólk í landinu, að hún verði látin taka höggið þegar hlutirnir aðeins róast. Að opinberir starfsmenn og þeir sem njóta opinberrar þjónustu, hvort sem það eldri borgarar, öryrkjar, sjúklingar, nemendur, kennarar og svo framvegis, að þeir verði látnir greiða upp skuldahalann sem núna myndast við að bregðast við. Þannig ég hef áhyggjur af þessu, frú forseti. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, aðeins til þess að hnykkja á þessu atriði sem spurt hefur verið varðandi fjölmiðlana, þá bara þannig að þetta sé alveg skýrt. Ef að Alþingi afgreiðir bæði þessa tillögu og frumvarp ráðherrans sem inni í menntamálanefnd, þá mun þurfa viðbótar fjárheimild inn í þetta frumvarp. Til þess að því að það ekki sérstök fjárheimild sem fylgir tillögunni sem hérna að ráðherrann hafi heimild til að semja. Þetta dálítið í höndum þingsins. Ef að þingið ákveður að gera hvort tveggja, bæði að samþykkja frumvarpið í nefndinni og veita ráðherranum heimild til þess að semja allt að 350 milljóna króna greiðslur á þessu ári, þá þarf að tryggja sérstaka fjárheimild fyrir það til viðbótar við það sem þegar í lögum. Hins vegar, ef að við afgreiðum bara þessa tillögu til ráðherrans fyrir árið 2020, þá eru nægar heimildir í lögum, nú þegar inn í fjárlögum, til þess að standa undir henni og það myndi þá ráðast af því hvernig menntamálanefnd myndi afgreiða hitt frumvarpið, til dæmis gildistöku þess frumvarps, frá hvaða tíma þyrfti að fjármagna það, af því að það væri þá lagaumhverfi til framtíðar. Ég ætla að öðru leyti að segja að mér finnst hv. þingmaður ekki koma með neinar lausnir sem geta orðið til þess að auka aftur verðmætasköpun. Þetta sem hv. þingmaður fer inn á hérna undir lok sinnar ræðu auðvitað kjarnaatriði, nefnilega það að ef við búum ekki til tekjur í framtíðinni til þess að standa undir þeirri góðu opinberu þjónustu sem við búum við í dag, þá erum við miklum vanda stödd. Og þá verða valkostirnir tveir, annars vegar að halda áfram hallarekstri og lántökum og velta þannig
góðri þjónustu sem við njótum í dag á framtíðarkynslóðir, senda reikninginn á framtíðina, á unga fólkið, á börnin í dag og börn framtíðarinnar og segja við þurftum bara einfaldlega árið 2020 og áfram, þurftum við bara svo góðri þjónustu að halda, það verður bara einhver framtíð að greiða fyrir það. Eða, þetta er það sem þetta eru valkostirnir, að taka lán, að aðlaga sig að breyttum aðstæðum með því að draga úr kostnaði eða skapa ný verðmæti og það er það sem ég vil sjá gerast, að búa til ný verðmæti til þess að við getum notið áfram þessari þjónustu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, nú finnst mér vera að koma aðeins annað hljóð í ráðherrann varðandi fjölmiðlamálið. Hér var kynnt í gær að það ætti að setja væri innspýting í fjölmiðlara upp á 350 milljónir. Það mátti alveg skilja það að þetta væri viðbót, innspýting, þetta var í aðgerðapakkanum. En nú kemur í ljós, ef ég skil ráðherrann rétt, sem ég held ég geri, að þetta er ekki viðbót. Það er þá sérstök ákvörðun sem við getum tekið, er ekki að skilja rétt, vonandi gerum við það, en það er sérstök ákvörðun. Hér er þá einfaldlega verið að lækka, skiljið hvað ég meina, við vorum búin að ákveða að setja 400 milljónir til fjölmiðla. Það er ekki búið að afgreiða úr nefnd, það stendur í meðal annars sjálfstæðismönnum í allsherjarnefnd, eins og ég skil hana. En þessi viðbót er þá ekki að koma inn nema með sjálfstæðri ákvörðun. Þannig að þessi 350 milljónir tæknilega séð, og ekki tæknilega séð, eru bara einfaldlega lækkun frá því sem fyrirhugað var ef nefndin afgreiðir ekki málið. Þannig ég hefði frekar viljað sjá að hér væri að tala um 750 milljónir. Við erum búin að ákveða 400 milljónir á fjárlögum, eiga að fara í fjölmiðla. Svo bara á nefndin að leysa úr því hvernig það er útfært. Fjárveitingavaldið er búið að ákveða, setjum 400 milljónir í frjálsa fjölmiðla. Nú hélt ég einmitt að við varum að setja meira í það. Þetta mun örugglega vekja mikla athygli hvað hér er á ferðinni. Ég er sammála ráðherrann um verðmætasköpunina. Þetta þurfa að skapa verðmæti. En ég nefni tvennt. Þess vegna er ég alltaf öskra með hásinn hérna, setjum meira í nýsköpun. Það býr til verðmæti. Setjum meira í sjóðina. Tækniþróunarsjóð. Ég veit að það er búið að bæta í, en þetta er of lítið. Setjum meira í Kríu. Setjum meira í kvikmyndarsjóð sem tók 30% högg í síðustu fjárlögum. Þetta skapar verðmæti. Og svo langar maður líka í lokum að draga fram, fjárfestingar í opinberum störfum og framkvæmdum, það skapar líka verðmæti. Við erum í ákveðinni svona innviðaskuld, það er hugtak sem við höfum notað, við þurfum að fjárfesta í opinberum innviðum, það skilar okkur verðmætum í framtíðinni. Það má ekki nálgast eins og allt hið opinbera skapa ekki verðmæti, því hið opinbera skapar heilmikil verðmæti og við höfum að stórefla opinbera fjárfestingu, ekki síst í svona ástandi. Það er einfaldlega góð pólitík og góð hagfræði, frú forseti. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða tímamörk, en þá veitir andsvar í síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, aftur fjölmiðlamálið. Hérna er einskiptis aðgerð að ræða á móti hins vegar varanlegum lögum sem er málið sem liggur fyrir nefndinni. Þannig að 400 milljónir sem hv. þingmaður er að nefna eru auðvitað fjármögnun vegna lagafrumvarps sem hefði getað tekið til ársins 2020 í heild sinni og er enn í höndum þingsins að afgreiða en er varanleg ráðstöfun. Það er sem sagt lagaumhverfi sem hefur verið að smíða fyrir fjölmiðlastarfsemi í landinu til framtíðar. Það sem við erum að leggja til er hvað sem öðru líður þá komi að minnsta kosti á lágmarki núna í einskiptis aðgerð þessar 350 milljónir. Það er kjarni málsins í þessari tillögu og það getur orðið til þess að heildarframlögin til fjölmiðla á þessu ári verði töluvert meiri. Það fer meðal annars eftir gildistöku nýs frumvarps um umhverfi fjölmiðla, hvenær það mál klárast og frá hvaða tíma það gildir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, ég ætla svo sem ekki að hjakkast í þessu, en einskiptis stuðningur við fjölmiðla var ákveðinn í síðustu fjárlögum, þessum fjárlögum, 400 milljónir. Við erum búin að taka þá ákvörðun. Þess vegna finnst mér svolítið merkilegt að hér sé verið að boða aðra einskiptisaðgerð sem á að taka við af hinu hugsanlega. En ég vona svo sannarlega bara að meirihluti nefndarinnar, allsherjar- og menntamálanefndar, bara afgreiði einfaldlega það mál með 400 milljónum, þær liggja fyrir. Þingið vill setja 400 milljónir í fjölmiðla
Þess vegna er það afskaplega sérkennilegt ef niðurstaða verður síðan, ef það næst ekki samstaða hjá meirihluta nefndarinnar, að niðurstaðan verði að fjölmiðlar fái lækkun. Fái lækkun hugsanlega úr 400 í 350. Og aftur, þetta er nú ekki stóru tölurnar, en þetta skiptir máli fyrir litla fjölmiðla og í rauninni alla fjölmiðla. Gerum bara einfaldlega vel hér við. Fjölmiðlar skipta lykilhlutverki varðandi allar upplýsingar og lýðræðisþátttöku og annað slíkt. Ég þarf ekki að fara með þá rullu. Og ekki síst á þessum tímum. Ríkisstjórnin er núna að setja á fót einhverja hópa gegn röngum fréttum. Við þurfum á fjölmiðlunum að halda, jafn mikið og þeir þurfa á okkur að halda núna. Þannig að við erum ekki nísk hér, frú forseti. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, þetta er áhugaverð taktík sem að þingmaðurinn notar og hefur notað núna þennan þingvetur að minnsta kosti og kannski lengur. Það er að sjóða allt sem frá ríkisstjórninni kemur niður í svona 10 punkta. Ágætt út af fyrir sig að draga það saman, en það er yfirleitt með svona neikvæðum formerkjum eða þá að það þarf að gera meira og betur. Það er í sjálfu sér ekkert og aldrei nógu gott og það er bara pólitískt og skipta skoðanir það. Ég vil samt svona í ljósi þess að hann fór hér mikinn opinber störf. Ég get alveg verið sammála því að við þurfum að fjölga opinberum störfum og við þurfum líka einmitt að dreifa þeim út allt land og dæmi það eru meðal annars hjúkrunarfræðingar, kennarar og fleira og ég veit nú ekki betur en að það sé bara unnið hörðum höndum að því að breyta því meðal annars til þess að auka við þá sem eru að fara í nám í kennarafræðum. Við hafa verið að launa síðasta árið. Það var verið að skila skýrslu til heilbrigðisráðherra fyrir 5 dögum síðan með hvaða móti væri best hægt að fjölga hjúkrunarfræðiplássum og fá reyna að aðlaga starfið og námsumhverfi og annað þannig að hægt væri að fjölga þar. Þannig að það er verið að vinna þetta. Það er ekki bara hægt að setja peninga í eitthvað af því að við höfum tilfinningu fyrir því. Það er skynsamlegt á stundum að við aðeins setjumst niður og reynum að ná utan hlutina. En ég heyri hvað þingmaðurinn segir að hann tekur undir að það er margt gert og allt það, en mér finnst þessi orðræða bæði þegar fyrsti aðgerðapakki kom og núna annar aðgerðapakki að þetta sé bara fyrirtækjapakkar, þetta sé ekki fjölskyldur eða þetta sé ekki heimili eða eitthvað. Og það er ekki nóg að segja auðvitað skiptir þetta heimilin einhverju máli. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að allar þessar aðgerðir sem hafa verið hér settar fram, mjög fjölþættar, til þess að tryggja afkomu heimilanna. Eða er það þannig að allt þetta sem við erum hér að reyna að leggja til, sem að til dæmis er nýsköpun og að búa til fjölbreyttari flóru sem við þurfum á að halda, því að við höfum lent í því oftar en einu sinni að vera ekki með öll eggin í sömu körfu, við þurfum að breyta til, að það sé ekki betra, er ekki þingmaðurinn sammála mér það sé betra að setja peninga þangað heldur en að bæta við í atvinnuleysistryggingar eins og hann vill, það er að fjölga störfum en ekki að fjölga atvinnuleysisbótum. Svara andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, ég vil nú bara minna hv. þingmann á að Vinstri grænir voru með það kosningaslagorð í síðustu kosningu, gerum betur. Gerum betur. Það er það sem ég er að brýna hv. þingmann hans flokk að gera. Gerið þið betur. Mér finnst það ekki fullnægjandi þegar þið komið, hv. þingmenn, með fjárauka núna í þessu pakka sem eykur ríkisútgjöldin upp á 1% stig. Með 1% stig. Er það að gera betur? Það er of lítið. Ég veit að hv. þingmaður, ef hún væri í annar ríkisstjórn, þá væri hún örugglega allt annað sinnis. Og talandi um að vera neikvæður. Ég hvet hv. þingmann að skoða sína fyrri ræðu þegar hún var í stjórnarandstöðu. Það er nú okkar hlutverk að hvetja ykkur til góðra verka og gagnrýna ykkur. Þetta er það. Það er mitt hlutverk. Ég vil sjá metnaðarfullri tillögur hér varðandi velferðina og varðandi nýsköpunina. Finnst hv. þingmaður félagslegi pakkinn upp á 8,5 milljarð, er hann fullnægjandi við að mæta einni mestu kreppu í 100 ár? 8,5 milljarður er ekki neitt. Við erum að tala um 1000 milljarðar sem við höfum úr að spila. Það eru fjárlögin. Landsframleiðslan er 3000 milljarðar. Þannig að við getum gert betur. Við þurfum, og varðandi það sem hv. þingmaður talar um störfin, við þurfum að hækka atvinnuleysisbætur. Vill hv. þingmaður ekki hækka atvinnuleysisbætur? Við þurfum líka að búa til störf. Við getum fjölgað opinberum störfum. Þannig að ég er að tefla hérna fram öllum þessum punktum minni sem ég er að senda frá mér. Ég er að reyna að senda ykkur hugmyndir til ykkar sem vonandi rata hluta til ykkar. Og ég held að listamannalaunin hafi ratað til ykkar, meðal annars. Þannig ég er að reyna að hafa áhrif á þessa blessuðu ríkisstjórn
draga fram ágreiningspunktana. Þið vitið þá hvað átt ég mun koma og vonandi náið eitthvað að hlusta á þetta. Og þannig að við erum allar saman báti, nota þann frasa, en sýnu okkur það þá. Takið á eitthvað tillit ekki bara til stjórnarandstöðunnar heldur líka til verkalýðshreyfingarinnar sem hefur verið mjög krítísk á þessa pakka sömuleiðis. Þannig að þetta er ekki bara rödd stjórnarandstöðu þingmannsins Ágústs Ólafs. Verkalýðshreyfingin, Samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu eru mjög krítísk á þessa pakka ykkar. Þannig að það er ekki hægt að dæma þetta sem eitthvað neikvætt raus í stjórnarandstöðu þingmanni því það er það ekki. Forseti ítrekar enn og aftur að hv. þingmenn virði tímamörkin. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, og hefur til þess 1 mínútu. Já, frú forseti, ég þakka fyrir það og þakka hv. þingmanni svarið. Þetta snýst nefnilega svolítið það að við erum að leggja hér til fjármuni sem eiga fyrst og fremst að nýtast til aðgerða á þessu ári. Nú erum við að nálgast maí og við verðum að vera sannfærð það að það sem við erum að leggja til nýtist strax og við getum komið í verk. Því að þegar hv. þingmaður talar að koma og bæta við í alla þessa sjóði þannig að bara þeir bólna út, hann hefur enga vissu fyrir því að við getum nýtt allt þetta fé til þess að búa til störf. Af því þetta er bara ekki eitthvað sem hvorki hann eða við höfum í hendi okkar. Og við verðum í rauninni við erum að bæta hér við frá síðasta pakka. Við erum að nota aðferðina sem að þríeykið er að nota. Við erum að láta líða hans hér á milli til þess að sjá hvernig hlutirnir virka. Hvar er eitthvað að falla á milli? Það er ennþá verið að skoða og verður tekið fyrir næst, til dæmis varðar hlutabæturnar og annað slíkt sem við þurfum að vaða ofan í. En við hljótum alltaf að vilja, og ég tek undir það, búa til störf, hvort sem þau eru opinber. Þau eru opinber, það er allir að framfæra eins og opinbera meira og minna að verða. Þannig að við hljótum að geta sagt að nýsköpunin sem við erum að búa hér til sé opinber. Og öll þessu saman þýðir ríki, sveitarfélög og fólki í landinu. Aftur minnir forseti hv. þingmenn á tímamörkin. En þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, jú, ég er einmitt að tefla hér fram hugmyndum sem þetta ráða strax í, eins og með Tækniþróunarsjóð. Tækniþróunarsjóður gat aðeins fjármagnað 28% af þeim tillögum sem þau fengu sem uppfylltu efstu einkunn. Þannig að það eru fullt af nýsköpunarverkefnum sem væri hægt að ráðast í sem uppfylla kríteríuna með fyrstu einkunn, en það sem vantar er fjármagn. Annað, við sjáum að það virðist vera vaxandi óánægja með þann kjarasamning sem var gerður við hjúkrunarfræðinga. Af hverju ekki bara sami myndalag við hjúkrunarfræðinga, ekki síst á þessum tíma? Það myndi fjölga störfum og bæta þjónustuna sem snertir okkur svo virkilega þessa dagana. Aftur er þetta aðgerð sem hægt að ráðast í strax. Við höfum teflt hér fram mörgum verklegum framkvæmdum sem ná til beggja kynja, grænar fjárfestingar til allra landshluta sem þið hafið fellt, sem hægt að ráðast strax í. Tíminn er núna, frú forseti, að gera miklu meira. Krísan er núna og það þýðir ekki alltaf að vera vísa í næsta pakka og næsta pakka. Tillögurnar liggja hér fyrir, frú forseti, og með fullri virðingu, hv. þingmaður, þýðir ekki eins og þríeykið góða. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni ræðuna og ég vil staldra hér við orð hv. þingmanns heimili. Og af því mér finnst skorta mjög í rök hv. þingmanns það í hvaða samhengi, í hvaða merkingu hann notar þetta orðalag augljóslega í pólitík, að ekki sé einu orði minnst á heimilin. Við bara hugsum þetta út frá efnahagshringrás og þeim aðgerðum sem við höfum verið að fara í pakka 1, pakka 2. Þá eru grunnstoðir í efnahagshringrás hverjar? Það eru heimili, það eru fyrirtæki. Fyrirtækin eru háð heimilunum vinnuafl. Og heimilin eru háð fyrirtækjunum þá launagreiðslur. Og svo verður til verðmætasköpun þegar vinnulaunin eru notuð til að greiða fyrir vöru og þjónustu. Það er verið að verja þessa efnahagshringrás og þar með heimilin. Ég veit að hv. þingmaður veit þetta og þess vegna sakna ég þess þegar svona orð eru sett fram að þau séu sett í samhengi og merkingu.
vegna þess að það sannarlega verið að bregðast við. Við erum í fjármálakrísu stjórnunarástandi, efnahagskrísu, og hún tímabundin. Hversu langt hún nær vitum við ekki. Það eina sem allir eru sammála alþjóðlegir greiningaraðilar og fleiri, og þær þjóðir sem eru að kljást við það sama, að það fullkomin óvissa. Og þá ekkert óeðlilegt að við tökum þetta svona í fjáraukalaga formi og í öruggum skrefum meðan svona greiðist úr óvissunni. Af því að talandi samhengi og merkingu, þá hefur hv. þingmaður verið tíðrætt prósentur og talar hér 1%. Og svo einhvern sandkassaleik. Ég kem að því í seinna andsvari, en sko, þar finnst mér líka vanta merkingu og samhengi í þetta prósent. Ég get flakkað hér öðrum prósentum, mun gera það í seinna andsvari. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, ég var að vekja athygli og það vakti mína athygli eftir að lúslesi þann aðgerðapakka 2 og það var ekki minnst einu orð á heimilin. Mér finnst það bara segja sína sögu, hvar fókusinn er. Sjálfsögðu veit ég að fólk vinnur hjá fyrirtækjum og það verið að gera ýmislegt sem jákvætt. Að sjálfsögðu veit ég það. Fullri sanngirni sé gætt. En mér finnst það skiptir máli hvernig fólk nálgast hlutina. Það eru ýmsar aðgerðir sem væri hægt að ráðast í til að bæta stöðu heimilanna, þeirri tekjufalli sem þau eru að verða fyrir, eins og hækka atvinnuleysisbætur, eins og að hið opinbera komi með myndarlegar hætti varðandi frestun greiðslu á lánum án kostnaðar sem lendir á neytendum. Það var hægt að fresta nauðungarsölum, það var hægt að efla störfin sem þetta fólk er að missa eða verða minna af og svo framvegis. Þannig að mér bara vinkillinn ætti að vera heimilismiðaður og hann er það ekki. Annað sem gleymir svolítið í þessu, það eru litlu fyrirtækin. Litlu fyrirtækin. Þau eru fyrst og fremst að fá úrræði til að taka lán. Hvar er beini stuðningurinn fyrir litlu fyrirtæki sem neyddust til að loka vegna tekjufalls? Hann er hvergi. Hvar er myndarlega innspýtingin í að fjölga hér störfum, fjölga raunverulegum störfum? Þess vegna hoppa ég þess vegna er ég að tefla fram þessar hugmyndinni að fjölga opinberum störfum, gera meira aðlaðandi að vinna hjá hinu opinbera. Við stjórnum hinu opinbera. Við erum vinnuveitandi hins opinbera fyrir hönd skattgreiðenda. Þetta er í alvörunni praktísk leið til að ráðast í. Af hverju fjölgum við ekki listamannalaununum eins og ég gat hérna áðan? Þetta er í alvörunni praktísk og raunverulegar leiðir. Samanskapið með nýsköpunarsjóðina. Þeir búa til störf. Mér finnst þetta bara að vera of aumt og vesælt það sem okkur er boðið hér upp á í pakka 1 og 2. Þetta er ekki allt vita vonlista, sjálfsögðu ekki. En ég held að skorti líka bara meiri aðkomu. Ef ég skildi þingflokksformann Vinstri grænna í sjónvarpsfréttum í fyrradag, þá fengu stjórnarflokkarnir kynningu á tillögunum í gær og það var ágætt kannski að fá þær upplýsingar frá formanni Framsóknarflokksins, þingflokksins, hvort það sé rétt. Eru þessar tillögur ekki mótaðar, að minnsta þær ekki mótaðar í gegnum stjórnarandstöðuna, en eru þær ekki mótaðar hjá þingflokkum stjórnarflokkana? Ég held að hugmyndi batna eftir sem fleiri kom að þeim og þá myndast meiri sáttunar líka, frú forseti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin. Kannski bara enda það sem hann fór frá í sinni ræðu hér síðast. Það er einmitt mergurinn málsins og það snýr að þessum sandkassaleik sem hv. þingmaður varpaði hér fram í sinni framsöguræðu. Þegar við tókum pakka 1, þá vann nefndin öll saman og tillögurnar jukust fjórðung þegar menn eru að klifa 1% fjórðung og frá upphaflegum tillögum hæstv. Ríkisstjórnar. Það má líka minna á það að fjárfestingarpakkinn í þeirri tillögu er 33% af fjárfestingum gildandi fjárlaga fyrir heilt fjárlagaár. Þriðjungur. Og ef við tökum heildarumfang aðgerða hingað til og söfnum því saman, umfang aðgerða, ekki beinum útgjöldum, umfang, þetta hefur allt áhrif, þá er það þriðjungur af gildandi fjárlögum. Og við segjum stöðugt, við þurfum leið og við tökum þetta í öruggum skrefum, þá verðum við að meta stöðuna og það er verið að gera það daglega, bæði inn í þingflokkunum, öllum þingflokkum, líka
af því að hv. þingmaður fór hér inn á það, hvernig þetta væri mótað, þá er þetta stöðug umræða frá degi til dags þar sem við erum að vinna úr tillögum, móta tillögur í umræðum, hingað inn í þingsal, inn í nefndirnar og þannig verðum við bara að vinna þetta áfram. En ég frábið mér svona orð sandkassaleik í neyðarástandi, það er bara alls ekki meiningin og í vinnan í hv. fjárlaganefnd við pakka 1 var sameiginleg alla leið og þar breyttust tillögurnar fjórðung og ég meta svo að við höfum þá í sameiningu samþykkt þær tillögur þó að stjórnarandstaðan hafi síðan komið hér inn í þingsal með fjölmargar aðrar tillögur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, það sem ég átti við með sandkassaleik er að stjórnarþingmenn felldu allar okkar tillögur. Við samþykktum allar ykkar tillögur. Nú dúkka upp tillögur sem við erum nýbúin að leggja fram og þið fellduð. Það finnst mér vera sandkassaleikur. Að fella tillögur bara vegna þær koma frá stjórnarandstöðu í þessum sal. En nú legg ég til út að málið er komið fram að við snúum bara bökum saman í fjárlaganefndinni og reynum að bæta þetta mál. Eins og við gerðum síðast, það er rétt hjá hv. þingmanni, málin batna í meðferð þingsins. Arðgreiðslubannið, það kom eftir að þingmennirnir mörgum flokkum sögðu að það væri fullkomlega óeðlilegt að fyrirtæki sem nytu fyrirgreiðslu væri að greiða sér arð. Að upplýsa hverjir fá brúarlánin, það kom ekki frá ríkisstjórninni, það kom frá okkur. Þannig að já, við skulum bara snúa bökum saman og bæta þessi hressilega í, heyra í hagsmunaaðilum og gera aðeins meira. Við höfum fjárveitingavaldið, skulum ekki bíða eftir leyfi frá fjármálaráðherra hvað við megum verja í þetta. Í fullri alvöru, við skulum ekki gera það. Það er virkilega góð hagfræði og pólitík að snúa hér bökum saman hægri vinstri miðja og gera meira. Því auðvitað veit ég að markmið okkar er það sama. Við viljum milda höggið, verja störf, búa til störf. En þá skulum við bara gera það með myndarlega hætti öll saman. Ég held að þjóðin sé kallað eftir því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða hérna aðgerðir ríkisstjórnarinnar, pakkana vegna COVID og það er eitt sem við höfum eiginlega ekki rætt og væri nú alveg kominn tími til að ræða og það er gjaldeyrisforði Seðlabankans. Síðast þegar við vissum var hann rúmar 900 milljarðar. En KPMG var að gera skýrslu og þar kemur fram að lækkun gjaldeyristekna verður upp á 330 milljarðar. Og við sjáum bara því að þarna fer bara strax rúmlega 1/3 af gjaldeyrisforðanum sem minnkar. Og við vitum líka hvernig ástandið er í sambandi við fisk og ál. Þannig að þessi forði, gjaldeyrisforði, hann getur horfið fljótt. Hvað þá? Og ég spyr mig að erum við kannski alltaf róleg, ekki kannski komið tími til að við hugum að því að setja á gjaldeyrishöft? Hver verður staðan hjá okkur eftir 1 ár, 1,5 ár? Við verðum að hugsa aðeins fram í tímann líka í þessu samhengi. Og það væri líka best á því og er eiginlega undarlegt, virðulegur forseti, að ég spurði hæstv. fjármálaráðherra í undirbúningi verðtrygginguna og hann benti á þar í sínu svari á 0% vexti til 2026 en þar var hann að meina gjörning sem er á markaði með ríkisskuldabréf sem kemur almenningi og verðtryggðum lánum heimilanna ekkert við. En staðreyndin er sú að verðtryggðir samningar eru á húsnæðismarkaði, bæði sem leigu og á lánum og við erum að líka megum ekki gleyma því að þeir sem ennþá eru þarna úti með lán frá Íbúðalánasjóði, það eru þeir margir sem eru á lægstu laununum og öryrkjar með lán sem eru óhagstæðustu lánin sem hægt er að hafa í dag. Og þar hefur maður séð alveg upp í
jafnvel 4,5, jafnvel 4,9% vexti ofan á verðtrygginguna. Og þetta fólk hefur ekki haft möguleika á að breyta þessu. Og þarna segir okkur líka að ef að verðbólgan fer á stað, ef hún fer á stað, þá er þetta hópurinn sem mun fara í glútus. Og við þekkjum reynsluna. Og ég spyr, lærðu við ekkert af hruninu? Hvernig í ósköpunum, og það er líka, verður bara að segja, vegna þess að þar voru 15-16.000 heimil undir. Við vitum hvar afleiðingarnar voru. Og þeir segja aftur og aftur, í pontu ráðherrar, að þeir hafa engar áhyggjur af verðbólgunni. Hún mun ekki fara af stað. En samt segir hæstv. Fjármálaráðherra, blákalt, hann ætlaði ekki að sjá til þess að taka verðtrygginguna og sneri út úr. Og það var ekki hægt að taka þetta inn í alla framtíð. Það var enginn að biðja um það. Það er bara verið að biðja um það einfalt. Tökum það tímabundið úr sambandi verðtryggingu á íbúðalána. Hversli ósköpun ætti það að vera svona erfitt? Og ég spyr líka í því samhengi þegar þeir segja hvað eftir ráðherrar og þessum engar áhyggjur hafa verðbólgunni. En það hlýtur samt að vera eitthvað undir fyrst þeir vilja ekki gera þetta. Og þeir þurfa að svara því. Og síðan er annað, og það er í þessu pakka og sem ég var að fagna hér áðan og er gott að hafa að efla geðheilsu. En við verðum að líka átta okkur á því, og það er margsannað, að það breytir engu máli hversu aðgengileg læknisþjónusta, geðheilbrigðisþjónusta er ef að fólk getur ekki nýtt hana af því að hefur gefn á henni. Það skiptir engu máli hvort það er 1 eða 100. Ef að þeir sem mestur á þess að halda geta ekki nýtt sér vegna þess að þeir hafa ekki efni á því, þá erum við búa til úrræði bara fyrir þá efnameiri. Og við vitum það. Við vitum að fátækt, sárafátækt, það var gerð könnun í Bretlandi sem sannar að það styttir ævi fólks 10-12 ár. Og heilsuleysið þeirra fátækra er verulega skert vegna lélegs matars, ekki og lélegs aðgengi af heilbrigðisþjónustu og lélegs húsnæðis. Og núna erum við í þeirri stöðu að við erum komin á ákveðið fjárhagslegt hrun. En hvernig fór í bankahruninu? Erum við búin að gleyma því? Erum við búin að gleyma því að vegna þess að á sama tíma og hæstv. Fjármálaráðherra var hérna í ræðustóli að verja það að það myndi bitna á eldri borgurum og almenningi í landinu ef verðtryggingin væri stoppuð. Á sama tíma að segja það er hann búin að gleyma því hvað skeði með lífeyrissjóði í hruninu. Ef uppreikna það tapið, það er ekki undir 1.000 milljörðum. 1.000 milljörðum. Og hvað var miklar skatttekjur sem töpuðust þar? 400 milljarðar. Þetta er gleymt eða hvað? Og á sama tíma er bent í einhvern pakka sem er hérna einhvers staðar í þinginu og er ekkert á leiðinni. Það á að bjarga eldri borgurum. Hvenær á það að vera? Af hverju í ósköpunum eru þeir gjörsamlega skildir eftir eldri borgarar? Þeir eru hvergi nefndir á nafn. Jú, og það má þakka fyrir það. Það er verið að taka á þeim örfáu verst settu einstaklingum með búsetuskerðingarnar. Það er frábært. Og því ber að þakka. En á sama tíma er ekkert verið að spýta inn fyrir þá sem mest þurfa á því að halda, öryrkja og eldri borgara og láglaunafólk sem er á lægstu launum og á að reyna á einhvern undarlegan hátt að lifa á útgreiðslu rétt rúmum 200.000 kall og jafnvel láglaunafólk sem er á að lifa af einhverju 280.000 krónum útborgað. Þetta segir sjálft, þetta gengur ekki upp. Og
Við vorum að koma þetta ef maður skoðar þennan pakka sem er verið að setja út frá 8,5 milljónir félagslega pakka. Ef við bara skoðum 8,4 milljónir. Og ef við að setja í samhengi við svar sem ég fékk frá félags- og barnamálaráðherra skerðingar gagnvart eldri borgurum og öryrkjum. Skerðingar. 2015 voru eldri borgarar skertar 36 milljarðar. 2019 44 milljarðar. 20% hækkun á þessum árum. En það sé ykkur ennþá skelfilegri sögu og hryllingssögu. Öryrkjar hafa skerst 60% á þessu samtíma. Úr 10 milljörðum í 16 milljarða. Og ætli er einhver þá hissa að árið 2018 og 2019 sé engin kaupmáttarsaukning fyrir þennan hóp. Það er bara mínus niður. Og á sama tíma hafa þeir séð til þess að hafa óbreytta krónutölu frá 2017, 25.000 krónur frítekjumark á lífeyrissjóði. 25.000 krónur. Það er nú all óskapinn. Og þetta er búið að vera á 2017, hækkar ekki neitt. Þar af leiðandi rýrnar það. Og þar af leiðandi gefur það ekki sömu upphæð og þar af leiðandi er þetta aukin skattheimta á þá sem því skyldi. Og sama gildir til dæmis frítekjumark öryrkja. Það er að koma á sennilega á annan tug síðan það var eitthvað. Einhver 109 skatt ætti að vera vel yfir 200.000 krónur. Og ekki skeður. Nei, það er bara á að segja um framtíðina. Það verður að segja líka að það er margt ágætt í þessu pakka og því ber að fagna, en eins og hefur komið líka hérna fram, að stærstu hlutinn snýr að fyrirtækjum. Og það er bara fínt, það er bara flott. En fyrirtækin eru ekkert ef að heimilin hrynja. Og öfugt, ef heimilin standa líka illa ef fyrirtækin hrynja. Þannig að það þarf að vera jafnvægi þarna á milli. Það verður að sjá til þess að það sé jafnvægi. Og jú, það er flott að setja 2,2 milljarða í störf fyrir námsmenn. En á sama tíma erum við líka að 800 fyrirtæki sem eru að fá geta sótt leið sem sagt að hjálpa leið sem kostar 28 milljarðar. Og við viljum líka gera okkur grein fyrir því að í þessu samhengi öllu að þessum 8,5 milljörðum þarna sem ríkisstjórnin er að setja í eina félagspakka, að það er bara 12-13% af því sem þeir skerða í heild eldri borgara og öryrkja á einu ári. Og við höfum aldrei horft á þetta og við þurfum líka að horfa á þetta í þessu samhengi að við erum að tala heildarskerðingar hjá eldri borgurum og öryrkjum upp á 60 milljarða. Það er bara svipað á eitt háskólasjúkrahús á hverju einasta ári. Og ég segi bara, hvernig í ósköpunum getum við látið þetta viðganga svona og hvernig í ósköpunum stendur á því. Og ég vil bara ítreka að öryrkjar eiga að lifa, stærsti hópurinn, 255.000 krónum síðan skattað og keðjuverðargjöld skert. Eldri borgarar 257.000 krónur, þessu verst eru, og skert. Atvinnulausir 290.000 og skert. Listamannalaun 477.000 ekki skert. Við að vinna eins og gera og selja og gera það sem við vilja. Hver bjó til þetta kerfi? Og hlutalaunin sem við erum búin að semja hérna í pökkum, 400.000–700.000. Þarna erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mismunandi útfærslur. Og þetta lítur að hafa kostað svita og tár og mikil heilabrot að finna þetta út hvernig í ósköpunum er hægt að mismuna svona. Hvað er jafnræðið? Og ég er búin að spurja aftur og aftur.
reyna bara að fá svör. Hver reiknaði þetta út? Hvers vegna þetta svona? Þetta náttúrulögmál? En svarið auðvitað nei. Þetta ákvörðun sem tekin hérna í þingsal. Ákvörðun sem varin og viðhaldin ár eftir ár. Og þá hljótum við að spyrja hvers vegna. Og við hljótum líka að spyrja samhengi við það að við megum ekki gleyma því að fyrir síðustu kosningar sendi hæstv. Fjármálaráðherra bréf á alla eldri borgara landsins. Og hvað var hann að lofa þar? Jú, hann var að lofa því hreint og klárt að taka burtu, að hætta skerðingum og leiðrétta skerðingar eldri borgara frá 2009. Hefur það skeð? Nei. Mun það skeð? Ekki með þessi ríkisstjórn við völd. Það er alveg bara hreinu. Þeir ætla bara að viðhalda þessu kerfi, þessu ótrúlega óréttláta kerfi sem virðist vera bara undir þeim rökum og þeim bara að það sé ekki til jafnrétti, réttlæti, mannréttindi í. Vegna þess að það er ekki jafnrétti, réttlæti eða mannréttindi að segja við fólk þú átt að lifa á 150.000 krónum minna heldur en einhver annar og þú átt að skerða og skatta og við ætlum að sjá til þess að þú fáir alla læknishjálp og geðrænahjálp og allt saman en við ætlum líka að sjá til þess að þú hafir gefnu að leita þess. Hvernig er í ósköpunum og látum við þetta veikjast? Og ég er alveg með á hreinu sem ég sagði hér í andsvari við hæstv. Fjármálaráðherra. Það kostar okkur margfalt minna, ég myndi segja 10-falt, jafnvel 50-falt, jafnvel 100-falt minna að sjá til þess að þessir hópar fái ókeypis læknishjálp, sama í hvaða form hún er. Gerum það núna. Byrgjum brunin. Sýnum einu sinni og ég vona það verði í næsta pakka, að við sýnum það að okkur sé alvara, að við ætlum ekki að gleyma þeim sem minnst hafa og verst hafa í okkar þjóðfélagi. Vegna þess að þeirra tími er löngu kominn og það veit hæstv. Forsætisráðherra. Nú verður gert hlé á þessum þingfundi til klukkan 14:00.